Velkomin í velkomin að Rauðaborðinu á föstudagseftirmiðdegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt. Þá förum við yfir fréttir vikunnar og til þess fáum við aðstoð hjá góðu fólki. Hingað komin frá Akureyri, Guðrún Þórsdóttir, verkefnastjóri, stjórnarkona í Geðhjálp. Velkomin í bæinn. Takk fyrir. Já, komið vor fyrir norðan? Nei, en þá aðeins frost í jörðu og kaldir vindar, sveimum. Nei, það ekki tilviljun að það fleira fólk sem að býr hérna fyrir suman. Nei, það ekki tilviljun. Það svolítið næs rigningin hér. Herðu, svo hér Vera Wonder, Sölvadóttir, kvikmyndagerðarkona. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og Svavar Halldórsson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur, markaðsstjóri. Og alls konar. Fyrrum fréttamaður og blaðamaður. Já. Og af því að við erum á þessu tímabili fyrrverandi maki forsetaframbjóðanda. Jú. Er það ekki rétt? Já, sannarlega. Já. Og hér ætti að sitja Magnús Skeving. Ansi lítur hann vel út. Já, hann lágvaxinn, hann næri ekki. Magnús, nei, hann ekki kominn. Hann ekki kominn. Hann á leiðinni. Kemur ábyggilega hérna í flikk, flakk og heljarstökki. Kekkja. Það kemur. Herðu, fréttir vikunar, er það bara forsetakosningar eða? Hvað segir mér þetta því að ég sitt hérna og alltaf að reyna að búa til svona umræðu og svona. Og svo fer ég eitthvað út í bæ og mér finnst allir vilja helst tala við mig um forsetakosningar. Hvernig það hjá ykkur þar sem að þið farið? Það töluvert mikið. Þetta vekur áhuga, það er eitthvað að gerast, það eru margir frambjóðendur, þetta er eitthvað sem tekur einhvern ákveðin tíma, skiptir okkur öll einhverju máli og svo er þetta búið. Þannig að mér finnst þetta stundum vera svona svolítið eins og þegar Ísland kemst á HM, það er svona einhver stemming í einhver tiltekinn tíma. Eins og Eurovision var áður en að Eurovision úldnaði. Já, þannig að þetta er alltaf eitt af umræðafnunum og við erum alltaf að fá eitthvað nýjar upplýsingar, ný viðtöl og svo framvegis. Ásdís Rán með spurningu kvöldsins þarna daginn í umræðuþættinum. Hvernig var það? Hvernig er að vera með svona kyntákning eins og mig í framboði? Það var geggjað, það var flott hjá henni. Sem ég held að allir í þjóðinni hafi þótt frábær spurning. Nei, yes! Hvað er flikkflakkið? Hér er að lenda Magnús Skeving. Kom hlaupandi. Við vorum byrjaðir að tala, sko. Ég var að kynna fólkið og með svona ýmsum starfstillum og svona, hvað ert þú, Magnús? Bara ertu Magnús Skeving? Er það ekki? Er það ekki bara? Er amman okkur að vera með eitthvað svona á sér? Ég veit ekki. Nei, þú þarft ekkert meira, sko. Við vorum að tala um forsetakosningarnar. Það er gott að sjá því. Hvort að fólk hafi áhuga á þessu? Já, ég held að fólk hafi bara mjög mikinn áhuga á þessu. Þetta er svo spennandi í ár. Þetta er alveg bara ótrúlegt í raun og veru. Og ég horfði á þessar umræður hana. Í gæri? Nei, ég er að tala um þetta skemmti efni þannig þegar þessi 12 mættu. Það var bara virkilega gott sjónvarp. Bara í alvöru. Mér fannst það frábært sjónvarp. Ég ætlaði ekki að horfa á þetta, ég vissi ekki að þetta væri og svo bara sat ég fyrir fram að skjáin í 2 tíma. Horfður í gær á Stöð 2? Nei, ég horfði ekki á í gær. Ég horfði á lakari þáttur og ég var að velta fyrir mig hvort það hefði ekki verið sniður að hafa bara alla með. Það var rosa gaman að hafa alla með. Það er eiginlega, ég er búin að fylgjast mikið með þessu. Bara eiginlega að hlusta á allt og horfa á allt og finnst þetta svakalega gaman. Svona lýðræðisveisla. Ég skil samt ekki alveg lýðræðið að virkið þannig að allt hérna getur ykkur skoðunarkannir ákveðið bara hvort þú fáir að vera með eða ekki. Bara ykkur engaregna skoðunarkannar. Mér finnst það skrítið, ég lýðræðis ekki. Þeir eru bara allir með eða ekki. Mér finnst ekki skipta neinu máli hvort þú 1% eða ekki. Mér finnst ekki skipta neinu máli. Er ekki alltaf að tala um minnihlutahópa? Er ekki fínt að hlusta á þetta 1% og sjá hvað þeir hafa að segja? Er þetta ekki upplætt tækifæri til þess? Er þetta sviðsetning? Er það betri sjó að hafa þau öll 12 heldur en að hafa bara 6? Nei, það er miklu, sko, ef þetta er sýning, ef þetta er þannig, ef þetta er entertainment, ef þetta er róm, þá er þetta allt annað dæmi, held ég. En þetta er ekki alveg... Hvort myndur þú vilja hafa 12 eða 6?
Myndirðu henda út Viktori og Ásdísi Rán og Steinunni Ólínu? Þetta náttúrulega rosa aukapersónur sem þú henda út. Ég þetta bara frábæri karakter, oft aukapersónur bara í alls konar sjóum, eru bara í leikritum og eru bara mjög nauðsynlega. Bestu sjóin eru með aukakarakterum, kór, hljómsveit og öllum heila pakkan. Það eru bestu sjóin og ég held að fyrir samstarfsfólk okkar á RÚV eigi heiður skilið fyrir að hafa náð að gera þennan 12 manna þáttan daginn, af því að það ekkert hlaupið að því, það ekkert grín að láta þáttin sjálf svo virka og hann bara gekk alveg ótrúlega vel. Það var eiginlega hluta skemmtunni hjá mér, var einhvern veginn meðvirkni mín með sjónvarpsfólkinu. Að ég vissi aldrei hvað væri að fara að gerast. Kannski hafði ég ekki miklu væntingar, ég var alveg viss að þetta myndi allt fara í hund og kött, að fara með 12 manns einhvern veginn í einu, svo bara virka þetta skínandi vel. En varðandi svona minni, þeir sem hafa minna fylgi, eins og Viktor til dæmis, hann var stjarna kvöldsins að hann var með ádeilu á alla þarna inni í rauninni. Þetta snýst ekki mig, ég hef það bara reglugerð og svo förum bara eftir því og mín skoðun ekki, þú veist, það var alveg magna að hlusta á hann. Nei, honum alveg fúlasta alvar. Já, ég veit það, samt flottu gjörningur. Jón Gnarri lenti því að hann var ekki fyndasti maður í herbygginu. Þannig að hann getur þá alltaf verið fyndasti maður í Ísland. Nei, með Ásdís Rán og hann Viktor voru finnari, sko. Þegar þið spurðu hann hvað ertu búin að eyða miklu í baráttuna, þá var hann, ég kerði norður, bílinni er 800, það var stórkostlegt svar, sko. Nei, já, einmitt, stórkostlegt. En það, ég er enda, sko, ég gæti aldrei heitur í þessu umræðu, sem er aldrei slæmt. Ertu einn af þeim? Það er nú talað að þessi vandamál í umræðinni, hvað er það að gera daginn fyrir kjörstað, það verður í slagsmál bara? Nei, ég veit þetta Þú getur ekki orðið mikið heitari. Gútt á slagurinn. Nei, veist það, Akkur er það svona heitur? Ég veit það ekki, ég skil það ekki. Ég botna ekki alveg nákvæmlega ótt hverju. Mér finnst einhvern veginn vera þannig, mér finnst frábært að sé svo margir, mér finnst allt þetta fólk vera bara hæft, er svo mörgu leyti, mishæft af vísu, að ég líti einhvern veginn pínuta á þetta sem svona, þú veist, ég líti einhvern veginn svona, ok, segjum bara við sem að velja starf, að þetta sé starf sem við erum að velja fyrir einhvern aðalega sem við ætlum að láta borga laun, þetta er starf, en þetta er líka persónukjör, þetta er líka persóna, þetta er ekki bara starf, við erum líka að velja persónu til að representa okkur og eitthvað slíkt og svona, og ég líti á þetta sem svona 5 kassa, einhvern veginn svona, þannig líti á þetta. Ég ætla að fara óbúinlega hrætt yfir. Kassi 1 er bara svo, þú þarfst að vera næs manneskja. Ég myndi halda það. Kassi 2 þarfst að þekkja lög og pólitík. Ég myndi halda það. 3 þá þurftur að þekkja menning og söguna. Svo 4 þá er búið að sitja inn á málsklósrétt sem þú þarfst að koma inn og segja, þú veist, ertu tilbúin að standa og þú veist, og verja okkur þegar allt. Og þú verður með bein í nefnu. Já, bara bein í nefnu. Og hafa kannski við til að greina þrá milli. Bara, þú veist, eins og, þú veist, svo sagt í góðu kvæði. En svo er það síðasta, það er það að þú þarft sem hefur ekkert eiginlega verið talað og Halla hefur Tómas, það eru aðeins tekið, þetta tengslanett, þá koma 7000 manns til Bessastaða í heimsóknu ári. Það þú fer í heitir 100 manna út allan heim og þú er aðgang að fólki sem venjulega við höfum ekki aðgang að. Bæði listafólk og viðskiptalíf og hvað sem er. Þarna er okkar einstaklingur sem kemur fram fyrir okkar hönd og getur komið á tengingum, getur komið og redda gjaldbyrði fyrir heimilið eða hvað sem er, eða getur komið íslenski tónlist á framfæri eða getur gert hvað sem er. Það er gríðarlegt afl í þessu embætti þarna. Það er miklu meira að fólk gerir sér grein fyrir. Ólafur Ragnar Grímsson fekk mjög mikið svona niður vera að vera of mikið í bönkunum og vera of nátengdu þeim sem er ósanngjarnt vegna þess að hann tók líka dúkkulísunar á Akureyri, CCP, Latabæ og talaði þetta líka á erlendis þegar það var og þá er það þannig að sendiherra býður í heimsóknustar í útlöndum þá kom ekkert allir en ef að forseti býður þá mæta allir þannig að þú getur hitt forstjóra þessa fyrirtækis eða menn sem geta pluggaði áfram með list eða hverju sem er þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt, þetta tengslanett og þá er ekki að tala um netið að þú þurfur að hafa netið þú þarfst fyrst og fremst að hafa getuna til að lesa þetta á milli, hvenær nota ég það. Hvernig get ég tengt fólk saman? Ólafur Ragnar náttúrulega mætti með net. Hann mætti sér... Hann var búin að vera að vefa sitt net í sko 20-30 ár. Já, svo kom Dorrit náttúrulega með bara eitt flottasta net líka sko. En það sem ég segi, ok, ef við segjum þetta séu svona 5 kassar, sem ég horfa á þetta á, svo máta ég alla við þessa kassa. Þá er ekkert óbærslega margir sem fitta í öll þessi box, af mínu hálfu sko. Og mér finnst skrítið bara líka að ég segi bara næs manneska til þess að dæmi að ég vil ekki tala um að einhver sé ekki næs manneska, ég held að flesta sé það en stundum efast ég því ég horfi bara á við erum með forsetar á þeirra fyrirvændi sem sko segir ekki orð
yfir Gaza, að vera að drepa öll 10 ára börn yngri en 10 ára, sko. Það eru öll börn Ísland yngri en 10 ára dáin, sko. Og það er ekki sagt aukatekið orð, ekki eitt neitt. Og þú ert forystumar, þá vil ég frekar sleppa embættinu, segja ég ætla ekki að vera forseta ef ég get ekki tjáð mig þetta. Ef ég get ekki sagt, býtu þetta er þjóðamorð, sko. Það sem að gera þetta, sko. Mjög gott að heyra í hjartanniðinu. Nei, ég bara, þetta er Já, það er hjartað og reiðin og sorgin og allt sem kemur upp. Mér finnst það svo sorglega, en kannski getur hann ekki, kannski veit hún eitthvað meira sem við sem erum ekki í vinnunum, hún veit. Býta þess, ég ætla að segja að reyna að hjálpa þér að rata út úr reiðinni. Já, ég er að taka við henni. Hún tala bara eins og sért á bekknum. Þetta er bara, hún komur að bekki, við erum öll að bekknum hérna. Sko, ég vaknaði upp í nótt klukkan 4, af því ég náði ekki að sitja kurru og hlusta og svona verið í skóla. Þannig mín skólaganga er svolítið skrítin. Þannig að mitt svona common knowledge, ef ég fæ að sletta, hún er ansi slitrótt, skilurðu. En, þannig ég lært bara bíó. Ég læri bara bíómyndum og fólki út á götu. Og ég vaknaði upp sérst í nótt við draumana og ég vinn mikið með mína drauma því þeir eru mitt sjálf, mitt innsæi og hjarta mitt. Og það bara, já, common knowledge, þetta er líklega bara algjörlega common knowledge að við viljum hafa forseta Íslands sem við getum öll identiferað okkur við. Hann er svona einkenni Íslendings og með þessa þætti sem þú ert að tala var mjög gott að tikka í öll þau box, en fyrir mína parta, þetta er ekki það fyrsta sem kemur upp í umræðinu þegar ég er að tala við mitt fólk og að gera mitt í daglega, það meira spiritismi og svo framvegis á bekknum, en að þess að ég sé fyrir mér menningar og listamannesku að því að við öll erum listafólk, held ég, og það er eitthvað sem við getum öll, held ég, sem Íslendingar sammeinað okkur með. Skiljiði, ekki einhverjum pólitíkus, með fullri virðingu fyrir öllum þú veist, þetta er skítadjobb, algjörlega skítadjobb að vera í pólitík, en já, þannig að já. En er það raunhæft að við öll sem erum 387.922 samsumum við sama einstaklingum? Hvers konar fyrirbrigði geta það verið? Mér finnst bara fallegt það sem að þú ert að segja varandi til dæmis bara innsæið. Ég meina, ef við myndum reyna að komast aðeins dýbra og nær okkar innsæi og hugsa svona bara í raun og veru, eins og Steinunn Ólína segir með hjartanu, að þá, ef við getum tekið allt í burtu, allt þetta rugl, mögulega, en það er ekki fyrir að gerast núna. Hvaða rugl? Bara allt sem í kringum þetta er náttúrulega, þú veist, fullt af skrípaleik í kringum þetta. Og þú veist, ég get ekki sagt að, ég meina það eru svo margir sem að tala og ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, en til dæmis í framboði, þú ert alltaf að passa það styggengan. Þau verða að passa þessi styggengan akkurat núna. Og ég velti fyrir mér svona hlutum eins og bara, þú veist, þegar var verið að gagnrýna hana Höllu Hrund fyrir hún var spurð hvort hún hefði hort á Eurovision og sagðist hafa hort á, hefði hún verið fórseti, hefði hún hort á framlagið hennar Heru og slökkt svo sjónvarpinu. Og svo kom fram að Guðni... Ekki mætt á tónleikan í Háskólabíó eins og Guðni. Já, en hún er í framboði. Guðni er fórseti að fara. Þannig að þú veist, það er munur þar á. Heldur að Guðni hefði ekki mætt ef hann væri í... Kosningabarði? Sko, ég elska Guðna og bara mér finnst það frábær fórseti. Ég veit það ekki. Mér finnst það stórkostlegt að hann mætti þarna. Já, mér finnst það frábært og ég er algjörlega skiptir rosa máli fyrir hjartað mitt og okkar allra. Hvers vegna ég elska Guðna. En ég veit ekki að því hún er í viðkvæmri stöðu. Veist, getur maður raunverulega verið maður sjálfur þegar maður er í framboði. Og þetta væri svona klæðskera sauma svar til þess að þóknast öllum og styggja engan. Og þetta væri bara eitthvað mjög skringilegt svar. Jú. Það er það sem... En ég meina, er þetta ekki akkurat svona svar sem hefur náð öllum á Íslandi langt? Ég get ekki betur séð. Ég meina, við tökum aftur forsætisráðherrann fyrirverandi sem núna er því miður í forseta frambóði. Og þetta er Katrín. Já, Katrín, ég er bara að segja Ég er bara að hvað þú komið langt í þetta, hvað þú getur ekki nefnt nafnið hennar. Hún gerir okkur fullt af frábæran hlutum. En það sem hún hefur komist lengst á er reynilega að svara aldrei spurningunni.
vera alltaf báðum með við línuna og þú spyrð hana bara hvað hitast í heitapottinum, þá segir hún þessi pottur maður segir þetta heitt að kalt það opaslega gott að vera í heitum potti og hann getur líka stundum kaldur og það líka gott að vera í því og svo situr maður bara uppi með það og spyrjandi spyr ekki neitt og mér finnst oft spyrjandur í svona sjónvarpi hafa ekki tíma eða keyra ekki á svarið og byrði ekki þú getur bara mælt hitastig og það bara svona heitt sko. En hún kemst hjá því alltaf að svara kemst bara alltaf hjá því og hefur gert það í mörg ár og hún getur meira þess að vera í flokki sem á móti hernaði og vera svo akkurat hinum einn og þetta dálítið við Íslendingar að þegar við vonumst, við erum alin upp að þjóð held ég sem dálítið svona smeyk við að vera að konfronta okkur líður illa í litlu bæjarfélagi þegar allt einhverju konfrontaður okkur líður bara illa við erum bara svona, við viljum meila fá okkur á von bara og eitthvað svoleiðis í lífið og viljum ekki láta konfronta fólk þannig að ef okkur keyrir á eitthvað og segir við hann bara, heyrðu þetta gerðið þú eða eitthvað svona og viðkomandi getur ekki svarað þá líður manni bara illa og við erum alltaf svona pínu meðvirk og ég held að sjóta því að við ólumst upp við sjávarútveg og alls konar hluti sem var hættur út allt og þú verður að senda næsta barnið út á sjó bara þegar hitt bara kvöldið áður, máttu ekki tala þá sorg og bara allir áfram og máttu ekki tala heimilisofbeldi og máttu ekki tala samkynhneigð máttu ekki tala neitt sko, í rauninni. Akkurat núna einmitt, það nefnilega eins og þú varst að segja breytingar og þorum ekki að konfrontera bara eins og kerfin okkar eins og til dæmis þetta mál út í Bandaríkjunum strákur sem veikist með tryggingu hann fer inn á geðspítala hún hent út eða ekki að þjónustan af því að hann ekki með tryggingu en sko kerfin eru úr sér gengin sem þú þekkir mjög vel Gunnar Smári og hefur verið með áherslur á þau mál en sko kerfin eru öll úr sér gengin víðsvegar heim og sérstaklega í vestræna heimi á meðan breytingarnar miklu hraðari sem við erum að díla við og fólk líka farið aðeins að átta sig á tilverunni og farið að fylgja með aukinni breytingu í vitund okkar að þá verðum við einhvern veginn að sleppa reiðinni blásin út en takast og vera saman í að finna út úr hlutunum eins og til dæmis með tryggingafélagið sem ræðir sem segir hefur ekki svarað almennilega en Geðhjálp mun eiga fund með þeim núna í vikunni, næstu viku að þegar þú tryggir þig og þá verið að gera greinamun á líkamlegum og andlegum veikindum ef það staðan sem þeir hafa ekki ennþá svarað við erum eitt með náttúrunni, við erum andlegar og líkamlega verur og öll veikindi eru líkamlega og andleg. Það bara þannig og við erum líka náttúran. Allar þessar hamfarir, þú veist, þetta global warming, global change, loftslagsbreytingarnar, það eru við. Það er ekki bara náttúran og við. Það sem bara vinnandi úti á milljón. Það spyrða bara reynilega hvaðan koma það tekjurnar? Ef allir eru bara andlegir... Ég ætla aðeins að ná ykkur aftur niður á forsetakosningar. Má ég bæta einu við? Að það bara trúin á það að geta breytt. Það er líka eitt sem við þurfum að hugsa að við getum trúað á það að geta breytt. Ég meina sjá bara Bandaríkin, þeir eru með þess að 2 elli smelli og þetta er það besta sem þeir hafa núna vegna þess að þeirra kerfi eru svona úr sér gengin eins og segir. Svo er það bara líka þetta með íslensku forsetakosningarnar. Við erum þarna með, þú veist, Katrínu, ég ætla að segja nafnið, þú veist, fær hún ekki líka fylgi vegna þess að fólk með fasta. Fólk veit að hverju það gengur. Já, þá spyrir við, þá fyrir hinn bara að læja. Já, ég minna sama hvað það er, ég er að segja sama hvað það er. Vegna þess að þú ert hræddur við breytingar. Þá gerur við það. Yes. Maggi, ég er bara að skapa þú ert í stöði. Mér finnst þú ekki sanngjarn í Gargadriðan. Ég með svona 7 bóksakerfi 1 til 5 þá vil ég bara almennilega helst eftir mannesku af því að ég þekki nú Katrínu ágætlega við unnum saman og svona þá veit ég að hún er það hún er ekki bygglis nei, alls ekki og þegar maður tekur við einhverju pólitík þar sem allt búið að vera háaloft ríkisstjórnir springa og svo framvegis og aðalmarkmið að koma á stöðuleika með 3 flokkum þvert yfir litrófið þá gerður sáttmáli þar sem allir gefa eftir af sínum málum ég hef lesið sáttmálan hann er inn á stjórnarráðsvefnum ríkisstjórnarsáttmálin það er ekkert að sjá opaslega mikið að hún hafi verið að víkja frá því
Þetta stjórnarsáttmáli sem var samþyktur af viðeigandi stofnunum allra flokkana. Þannig að ég hef heyrt þessa gagnrýni oft og mér finnst hún bara ekki sanngjörn í garð Katrínar. Box nummer 6. Það að þetta sé einhver manneskja sem getur staðið sér vel bara út af þess. Þú skiljið þetta bara nákvæmlega, þá ert að segja það nákvæmlega að hún sem manneskja á forsætisráðherra hefði ekki tóð að gagnrýna Palestínu. Hvað er að gerast á Palestínu og í Gaza og svo. Hún hefði ekki átt að gagnrýna það, af því það er ekki í sáttmálanum. Þingið, það hefur gagnrýnt framgöngu Ísraelsmanna á Gaza. Svolítið seint og illa. Eða hefði kannski átt að vita líka þegar Ég bara vita. Ég er ekki þar með að segja að hver einasta ákvörðun hennar hafi verið hárrétt á öllum tímum. Það er aldrei. En hún er búin að vera í þessu í mörg ár 22. og hefur haldið þessu öllu saman þessari ríkisstjórn. Og það er annað sem mér finnst. Margt fólk sem hefur starfað náið með henni stígur fram og lýsir yfir stuðningi. Það finnst mér líka verið mjög góður stimpill. Ég þekki líka Baldur ágætlega. Það er maður sem er mjög vel treysta til þess að sinna þessu starfi og eflaust fleiri og úr því að við erum farin að nefna þá get ég til dæmis nefnt að ég myndi ekki treysta Ástóri til þess að sinna þessu starfi almennilega fyrir hönd þjóðarinnar. Er það box 6, ekki Ástór? Nei, box 6 er einhver sem að klara það, bara einhver sem getur verið bara almennilegu fulltrúi þjóðarinnar, það sem á það að halda og það eru mjög margir af þessum sem getur bara gert það mjög vel. Síðan er box 7 og það er alltaf verið að tala 27. greinina og mér er ofmikið talað hana. Það er ýmislegt annað sem er í þessu. Forsetanum ber að passa upp á það að hér sé starfhæf ríkisstjórn. Það hafa fyrirverandi forsetar gert mjög mikið bak við tjöldin. Það er bara síðan 1942 hefur ekki verið utanþingsstjórn en það hafa beitt alls konar pressu. Forseti að mínu viti, hann þarf að geta gert það, þekkja pólitíkina hafa það tengslanet. Og þess vegna er ég með dálítið öðruvísi krítíri, ekki alveg að marga þætti en 3 krítíri sem skipta máli, það er út á viðið, það er að passa upp á stjórnskipanin sé í lagi og inn á við að manneskjan sé heilstift. Ég held að þetta rúmast í mínum 5 bóksum, það voru fyrstu bóks, góð manneskja, tekið pólitíkin og allt þetta. Það erum alltaf meira minna sammála. Já, við erum sammála þessu. En maður segja eitt í viðbót, bara að hverju ég er varandi það sem hefur verið í gangi og það sem er í gangi í skoðanakönnunum og það sveiflu sem eru. Mér er svolítið merkilegt að Halla Hrund, því meira sem hún talar, því meira að lækka fylgið. Halla Tómasdóttir, því meira sem hún talar, hækkar fylgið. Og mér finnst það svolítið merkilegt. Halla Hrund er með rosalega flotta kosningabaráttu og af því að nú er ég markaðsmaður og þú líka öll ímyndasköpunin og allt saman er alveg gríðarlega flott og vel útfært þannig að ef það veri engin umræði þáttur þá myndi það svona ná að halda. Þetta er svona Framsóknarflokkurinn í síðustu kosningum. Já, okkur ekki bara kjósa Framsókn. Já, það er bara rosalega flottar auglýsingar. Já, svona út frá svona markaðsfræðunum þá erum við að gera þetta rosalega vel. En af einhverjum ástæðum þá lækkar fylgið með hverju viðtali. Halla Tómasdóttir er að gera þetta ágætlega og margir fleiri en hún einhvern veginn er að auka við sig með hvers skipt sem hún opna munnin. Og þá spyr maður, getur verið að það sé reynslan, aldurinn, bakgrunnurinn, áföllin í lífinu, allt þetta sem safnar saman og býr til eina mannesku. Að það sé þar að skína í gegn. Já. Ég með smá aðeins aðra skoðan á þessu, sko. Já. Þessum eru 4 við borðið til að mismunandi skoðanir. Það kom með annan vingil aðeins svona á þetta. Sko, ég held að sé bindið þannig að Katrín vilji fá vist út úr, hún vill vera á stóra sviðinu og það eru 2 topic sem getur verið á stóra sviðinu þess að þú getur verið stjarna. Það er umhverfismál og það er það sem við erum að tala um equality eða jafnrétti og slíkt. Og við Íslendingar erum tókalega framalega þarna. Við erum bara á þessum 2 sviðum nokkuð góð. Á blaði, á pappír. Á pappír, sko. Ég ætla ekki alveg að fara í dítilina þar. En svona út á við gætur alveg haldið því fyrsti kvenforsetinn og svona við erum áskonar og við getum sagt lögreglustjórinn og við erum rosalega lítil og svona. Já, við erum pínlítið þjóð. Þannig ef við erum á stóru sviði þá erum við rosalega lítil persóna. Þú getur verið á stóru sviðinu þarna alvöru, þú getur alveg fengið alvöru svona pontus. Já, þú getur alveg fengið það í þessum 2 tópikum. Og kannski smá í sjávarútvegi, veit ég ekki. En það er ekkert meira annað.
smá í listum og tónlist. Ég held að sjávarútvegurinn ef við förum þangað, þá erum við algjörlega búin að Já, en ég fatt að það, ég ætla ekki að fara þangað niður, en ég segi svona, þetta er sem hana langar. Það er ekki á því í Namibíu. Nei, henni langar þetta og þess vegna eru sjálfstæðarflokkurinn núna, við ætlum að koma þarna inn vegna þess að hún fær þetta sem hún vill hérna og við fáum þá hitt sem hún hefur látið í friði, sem eru viðskiptin. Hún hefur bara látið þau í friði. Þeir Vinstri grænir hafa skipt sér ótrúlega lítið að business og það er bara æðislegt fyrir sjálfstæðarflokkin. Hitt er áttan á móti, svo ertu með Höllu sem kemur allt í hana velærð, markaðsmannska segir þú, búið til mjög vel. Það sem klikkar þar, að það er búið ofþjálfana. Persónulega sakna ég þess rosalega að sjá hver ertu, bara hver er þú bara hérna innst í hjartanu, vegna þess að hún er með bara, ég er komin inn við borðið núna, takk fyrir góða spurningu, þetta er mjög góð spurning, þakka fyrir að segja mér þetta er mjög gott og ég ætla að hrósa þér og Gunnar Smári, þú ert frábært, þetta er allt frábært og ég held að þú sé æðisleg manneskja og það skín einhvern veginn, en mér langar að vita hver þú ert, bara vertu svona raunveruleg. Og hún er mjög þæg. Já, hún er dálítið þæg, hún er dálítið æfð. Þetta er hárrétt sem hún segir. Og þess vegna nær hún ekki að halda þig út af því hún er haft svo stuttan tíma og það er ekki búið að þjálfa hana nógu lengi til að halda þig út. Hún fer í huganum og sækir þetta svarið. Já, af því hún er gáfuð, hún er klár. Hún er greinilega fluggáfuð. Já, algjörlega. Ég hef vunnið... Það vantar ekki inn að grindina. Nei. Ég hef aðeins vunnið við að þjálfa fólk í framkomu og í svona sjónvarpsviðtölum og svona og það er bara Við erum öll á námskeið hjá þér. Já, nú lærir við. Algjörlega. Þú sagði þetta ekki fyrr. Ég sagði það, tekið fyrir það. Það er nú, en það, og þá horfum maður á þetta, maður sér þetta, hún er alveg gríðarlega vel þjálfuð. Og stundum sjáum við svona, við séð alls konar fólk úr viðskiptalífinu sem er alveg klúður af einhverjum viðtölum alveg í köku og svo sér það annað viðtal hálfari seinna og það er bara skínandi flott. Já. Og þá, allt til að, þessi við fengið þjálfun. En ég held að við þurfum eins og segir að sjá inn í manneskjurnar og sumar manneskjur þekkjum við. Já, Jóngnar, við þekkjum þetta. Ég held að Jóngnar er... Já, þetta er fasti, við höfum að tala um hennan fasta held ég. Já, er þið frábær af því að, þú veist, hann er búin að sína, hann var borgarstjóri og hann bara kláraði það. Ég er ekkert vissum að allir þekki Steinunni eins mikið og höldum. Steinun var í frábæru viðtala á Rás 1 fyrir fáinu vikum, alveg frábær. Og ég held að þetta sé svona ef hún segja, helmingurinn af þessu fólki er að minnstakosti er fólk sem að gæti alveg klárað starf. Það held ég líka. Og þá erum við búin að taka svona út og hérna, ok, þá eins og maður gerir þegar einhver sækir starfa, það fari í gegnum umsóknirnar og þessu uppfyllir skiluna, annar ekki og ég myndi svona, sjálfur, ég myndi taka ástur út svona tildulega rætt en svo væri himbungi bara frekar stór. Og svo ferður svona að fara í gegnum og bera saman og þetta eru í svona starfa ráðningaferlum og þá er þetta oft nokkru viðtöl sem fer í gegnum og svo bara minkar hópurinn og við erum akkurat sem þjóð í þessu núna og það er, mér finnst þetta mjög spennandi og áhugavert en það er aldrei erfitt fyrir þetta fólk að vera í svona löngum starfstökum. En er það ekki þannig að flesta þessu fólki myndi geta vaxið upp í starfinu? Ég held að þeir eru að gagnrýna hvernig Halla Hrund kemur fram en ég meina myndur hún ekki bara ná þessu á 3 vikum? Jú, algjörlega. Ef hún fengi að vera friði fyrir þessum spurningum sem að vera að spyrja og það ekki við marga. Þetta er 1 ár, gæti hún setið í 20 ára bara, hún bara æðislega fórseti. Þú geti alveg verið svoleiðis, sko. Eins og Ásdís Rán sagði, það er þarna þáttur, stuttur þáttur á kvöldi núna að vera að ræða við hvern og einn frambjóðanda og Ásdís Rán er búin og Arnar og einhver einn í viðbót. Ástór, umræddur. Ok, ég misti af honum. Það var aðal spurningarnir það, af hverju ertu í forsetaframboði? Ástór, þetta ekki eitthvað miskilningur, ættu ekki að vera í framboði til þings? Alveg rétt. Að grei frambjóðandi þurftu að eyða öllu tímanum í því að svara að væri í réttu frambóði? Akkurat, einmitt. Það var ekki fallegt, sko. En Ásdís, talandi námskeið og þjálfanir, hún sagði, ég tek þessu sem ákveðinu leiðtoga æfingu. Mér finnst það svo flott, hún segir það bara, ég lít á þetta sem þetta er svona fegurðardrottningarnar, það er bara þetta er kynnist góðu fólki og þetta er reynsla. En mér finnst líka hennar helsti kostur er hvað hún er óbúslega hreinskilin. Alveg hún er æðisleg, hún er geggjuð, ég var alveg til í hana sem líka sem forseta. Já, mitt. Ásdís Rán myndi alveg púla þetta fínt. Algjörlega. Hún er náttúrulega sérstök típa í ef þetta er svona sitcom að þá er hún er svona eins og Dolly Parton með hennar rosalega svona front
rödd og andlit. Dolly Parton líka æðist. Dolly Parton snillingur. Þetta var stæðsta hól sem hægt var að gefa. Svo inni hún streetwise töffari. Já, ég sammála því. Hún var í sitcominu var hún ómissandi persóna. Já, ég sammála því. Hún þekkir sakna þess að sjá þetta fólk ekki í Heyrðu, þetta bara komið. Umræðinni. Það Ásdís. Þetta væri alltaf gaman að ég ekki búin að ákveða mig hvað ég ætla að kjósa. Nei, ekki þetta. En svo En sjötta hjá þér, varst ekki með fimmta hjá þér, var að vera sölumæður erlendis. Nei, ég svona þú getur lesið milli línana. Nei, það var að fara erlendis og aðstóða við tengingar, vera færi í samskiptum. Já, vera í samskiptum, að vera sendiherra. Og þú hefur náttúrulega verið bæði forseti og sendiherra í landi hér, ekkert svo langt í burtu, Latabæ. Og hefur verið eiginlega í þessu hlutverki. Já, Heyrðu, akkur þú ekki framboð? Ég hringdi Óla Ragnar Grímsson og sagði einu sinni við hann, það er enginn að tala í Bretlandi núna fyrir hönd Íslands. Akkur ferð ekki bara í Hardolk. Já. Vegna þess að það var enginn að tala, Enginn. Það var einhver prestur og einhver einn annar sem var einhver sendiherra þetta gekk ekki neitt. Og Óla fór bara inn og varði þjóðina. Það sem ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir oft að ef við værum heimilina og við erum bara og við erum að þurfum tekjur, ég veldi óskast við þyrftum ekki tekjur og við gætum bara eins og maður er sjálfur núna bara að vinna í sér, skilur bara að finna hjarta sitt og bara finna lífið, sem er eiginlega yndisleg stund að vera í því, ég er sammála þessu. En það kom ekki að tekjurinn, maður er í vandræðum, maður þarf að borga eitthvað sem þarf að gera og ef að ég klippi þig við lifum ekki eitthvað helviti sjóka og þú kennir honum og svo koll á kolli og þú eldar og svona, það vantar okkur peninga og ef þetta væri gjaldeyri sem við þurftum að skaffa fyrir þjóðina og ná í pening, þá er forsetinn eitt stærsti skuttórin í að ná í gjaldeyri, það er bara svoleiðis. Vegna þess að hann getur komið alveg gríðalum. Það eru kannski 40 forsetar í heiminum. Það eru fleiri en það eru svona diktatorar og eitthvað svoleiðis. Þannig þessi klúbbur er ekkert smá lítill, Þetta er ekki smá valdar mikill flokkur að koma frá 300 og eitthvað 1000 manna. Þannig ef að forsetin ítur undir þitt verkefni, þá getur það breytt öllu fyrir þig. Öllu. Getur breytt öllu. Og þú hefur reynsluna af því. Já, ég veist Óla Ragnar Grímsson bara tala eins og hann kemur inn og allt í nú bara veit hann allt. Hverjir haka í þetta box hjá þér? Ég er í vesinni það nefnilega. Enginn sem er þessu. Halla Tómasson vinnur náttúrulega við þetta. Já, Halla Tómasson vinnur við þetta og hún þorði ekki að fara inn á þetta held ég veit ekkert það, ég bara svona, hún þorði ekki að fara alveg inn á þetta af því þá að vera að segja, herðu, varst þú ekki í útrásavíkingu, varst þú ekki hvað í útrásfinu, varst ekki í banka, varst ekki, það var alltaf að henda á hann einhverju held ég bara veit það ekki. Nei. Og þá þorði hún ekki strax. Núna er hún byrjað að tala um tengslanetti sitt og svona. Hún gæti leikandi gert þetta. Halla Hrund segist hafa tengslanett og svona. Hún hefur verið með svona verkefni hér og þar. Já, verkefni hér og þar í Harvard og svona. Já, líka í Tógó. Já, einmitt. En Argentínu. En ég myndi halda það að þetta er ekki það að þú þurfa að hafa tengslanettið. Það er tenging nú þegar, þú ferð í stólinn. Þú ert að lesa milli línana, hvernig tengi fólk saman? Herðu, geðhjálp væri frábært hérna er í verkefni í Manitoba, bara herðu, geðhjálp hingað inn, og svo listum kvikmyndageirinn, hérna er frábært verkefni sem ég get talað fyrir hönd, þetta er svona tengja. En þetta snýst líka persónueinkenni, þetta snýst eitthvað sem þú þarft að hafa, ekki endilega tengslanett nú þegar, heldur bara eitthvað sem þú þarft að hafa leið úr komin í stólinn. Það er að segja, þetta er ekki tengslanetið sem þú þarft að vera með það. Svona sjálfströst að þegar það eins og þú segir við Óla Ragnar að farði í Hardolk að það er meirinn að segja það er ekki allir sem að geta púlla það. Nei, þú þarft að vera með það mikið sjálfströst sem að því að Íslendingar eru með inngróið minnumáttakend og oft er það að Íslendingar fara eitthvað starf erlendis að þá eru þeir að pissi í sig að minnumáttakend og finnst allt svo smart og stórt í útlöndum og trú alltaf útlendingnum, koma heim og það var tekið svo vel á mót okkur, miskilja bara kurteisi. Erum við ennþá það samt? Það er bara ótrúlega margir. Við erum ennþá svolítið að byggt okkur að beygja fyrir kaupfélagstjórunum. Ég held að pólitíkinni, við ætlum nú bara að nefna Katrínu og Þórdísi Kolbrúnu. Mér finnst það að fara á okkur fundi ennendis og koma svo til Íslands með einhverja nýja utanríkisstefnu sem er bara fundu bara á borðinu hjá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi. Ég ætla að einmitt að taka þetta. Ég held þetta sé ekki alveg, ég held að það veri meiri gamlanda svona minnumáttakendin. Núna held þessi jafnvel að við sem konum með mikið mennskubrjálæði. Það var mjög stutt á milli.
svo gekk aðeins tilbaka. Já, mér finnst það vera núna bara... Já, það að koma aftur, það ekki? Það er ákveðin hlutir og það er bara, ég er svona að mestu liti samanlega þessu en ég deili ekki aðdáðan Finni og Ólafur Ragnari og ég held að það sem hann hafa einmitt skort í þessu er að vita hvað hann átt að gera og hvað ekki og þegar hann var til að mynda að vinna með bönkunum þá er það algjörlega ljóstöldum sem hafa skoðað það að það var þessi valdandi að bankarnir gáttu tekið meiri lán í útlöndum og hrunið hér varð stærra heldur en það hefði þurft að verða. Ég myndir ekki alveg svona skjóta smá sendibóðan sko. Nei, bara alls ekki Maggi, leið mig klára. Það var, ég held að það sé bara þannig að hann hafi ýtt undir þetta og hafi þar að leiðandi gert meira ógagn en gagn. En þetta getur fórseti og bara hjálpa mjög mikið til og ég er búin að vinna undanfarin ári í því að selja íslenskar afurðir í útlöndum og við höfum fengið utanríkisþjónustuna til að hjálpa okkur að geta haldið eitthvað boði í sendiráðin í Tókíó og það er ómetanlegt, þá færðu bara fólki sem fengið að gennast. 7 boxum? Jú. Var það? Jú, ok. Jú. Það var út af viðið. Út af viðið, ok. Í víðu samhengi. Já, ok. En það er ekki stóra atriði. Stóra atriðið er að þú sért með manneski með heilan og sannan kjarna. Það finnst mér bara stærsta málið í öllu. Sem kemur bara heiðarlega hreint fram. Síðan að geta verið út af við manneskjan, hvort sem það er í útlöndum eða innanlands, og síðan að geta gripið inn í ef að pólitíkinni komin í hvort brot. Bein í nefinu. Já, þetta er svona þessi 3 atriði sem að mér finnst. En mér finnst líka að dálítið gaman á því að þú nefndir bandaríska forsetakosningarnar. Og ég fylgist nú ágætlega með pólitíkinni þar. Og það er Trump kemur þarna og þeir eru að keyra republikanarnir á það að Biden sé svo gamall. Hann er 4 árum eldri en Trump. Trump er líka ellega sko. Já. En það er þetta er svolítið þannig að þegar demókratar sögðu Trump er ær, þá sögðu republikanarnir, já en Biden er ellega ær. Já, ég trýpa á þeir bara. Og þessu hafa þeir mjög mikið, og þeir keyra mjög mikið það og Trump þegar hann heldur sína fundi að þá talar hann mjög mikið aldrei hjá Biden og allur kórinn syngur á samhátt og núna erum við að sjá sko kannanir í Bandaríkjunum þar sem að yngstu hópurinn 18 til 22 ára er að hallast mjög mikið á Trump af því að þeir muni ekki þegar hann var forseti síðast sko og þetta er eitthvað sem að það eru allar þjóðir hafa sína sko djöfla að draga og þótt fyrir okkur venjulegu Íslendingarna sé gersamlega augljóst að Trump sé fullkomlega vanhæfur í þetta starf. Ekki finnst ritstjóra Morgunblaðsins, hún finnst að vera mjög góður stjórnmálamaður. Sagði öllum, ég meinti flestum. Að Ólafur. En sko í fyrsta lagi líka bara er kerfi þeirra, eins og ég var að segja áðan, þetta er orðið svo úrelt og gamalt og úr sér gengið að þú veist, kannski bara, þú veist, að sjálfsögðu eiga því þá bara skili þessa 2 skrípalinga. Ég meina, þeir eru, ok. Ég er ósammála Biden sem skrípalinga. En það er líka það. Þetta sé bara ágætur. Já, en hann er orðin ær og það er alveg rétt. En það er líka það að ég meina, það kannski skýrir líka að Trump sé að fá atkvæði frá svona ungu fólki. Það er alls konar annað sem spilar inn í eins og bara þegar að Trump var að fara á móti Hillary að það er bara eitthvað svona maður getur ekki sagt að allir bandaríkjamenn séu hálfvitar fyrir að kjósa Trump. Það eru hlutir eins og bara segjum að þegar hann var að fara á móti Hillary að Hillary er með svona hernaðarstefnu og þá er kannski bara venjulegt fólk sem að hugsa bara, þú veist, í Texas ég vil líka sonur minn fari í herinn og bara þá er betra fyrir mig bara að kjósa Trump. Já, en sakandar rannsóknum virðist það nú vera lítið, sko, Trump því minni sem mentur sem fólk hefur því líklar er til að stiga Trump. Já, hann er líka populisti með allir þessi fallega lofvörð sem og öfugt og núna eru til dæmis demokrater vandræðum út af Ísrael Gaza af því það er alveg heill hópur sem að vill ekki kjósa Biden út af þeim málum. Einmitt. En svo kemur Trump og hann er sko ennþá grjótharðari Ísraelsinni heldur en Biden og þá veltum maður fyrir sig sko þarna er stór hópur fólk sem að einhvern veginn hefur engan málsvara og það er kannski Sanders sem hefur verið svona eini maðurinn en sem er að tala fyrir því og kannski einhverju svona skoðunum sem er evrópska. Já, en þetta er líka, það er engin frambjóðandi þar í boði. Þannig að stundum er þetta þannig að þú eru að velja milli tveggja kosta. En þetta er kerfið sem er rótið. Það er í raun og veru bara kerfið sem að það var stenga. Það er ekki samt huggulegt að við erum fara ekki á svosta. Og það er svona, þegar maður berir þetta saman við það sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir. Því þeir eru að kjósa sko gæjan sem að geta sko kveikt á kjarnorkustyrjöld.
Við erum bara að kjósa eitthvað sem hvað heldur svona veistlu kannski japanska sendir á Íslandi. Ég er ekki alls ekki sammála því. Það er að segja, þess að ég hissa að þú segir eins og Ástór er að tala um frið og ég myndi aldrei gera lítið manni sem er að tala um frið. Ég myndi bara aldrei gera. Það er engin hinn að á móti friði sjá til. Nei, ég fatt að tala en þú veist, það sé á við. Ástór talar aldrei frið nema þessu forstakostningu. Já, ég veit. Það er allir að taka raunverulega afstöðu með friði líka. En svo er líka Ólafur Ragnar Grímsson að því bara eitt orð með hann sem er að þeim finnst að skipta máli. Mér finnst forsetinn ekki að fara í manngreinninga álit með því að velja og skoða ársreikninga fyrirtækjas hvað stendur sér vel að illa. Hann á bara að kynna alla. Hann á ekkert að vera í því. Hann á bara að kynna alla. Ég er hjartan ósammála því. Já, mér finnst það bara að ég bara ekki kynna alla. Mér finnst það að ég bara kynna alla. Mér finnst það að ég bara vera svoleiðis. Það er bara þannig. Nema þetta sé eitthvað sem brýtur á ykkur svona mannréttindum eitthvað svona. En hann á ekki að vera að skoða ykkur ársreikninga hjá ykkur félögum, hvort þetta sé sósíalísk stefna eða hvort þetta sé sjálfstæðismenn. Mér finnst það ekki skipta neinu máli. Mér finnst það skipta bara máli að hann er hérna víokúl sem ferðast frá A til B og hann opnar hurðarnar. Svo sér þú restina. Ég held að hann sé ekki áhrifaldur í því að bankarnir fóru yfir hérna sko. Ég held ekki, en það er mín skoðun en hún getur kannski ekki rétt en það er mín skoðun það sko. Eitt með langar að spyrja ykkur aðeins vini mín átt að segja þetta við mig að ég er að tala um frambjóðunar sem er núna í fórstaframbjóð Jón Gnarr til dæmis þá segja vini við mig og ég hef ekkert svar við því ég veit ekki hvernig ég á svar, ég með langar að fá hjálp fyrir rauðaborðið það segir að ég kaus Jón Gnarr í fórstaframbjóð í borgarstjórn og þá var ég búin að fá alveg nóg á pólitíkinni og kaus hann bara herði ég vil fá hérna eitthvað nýtt og hann kom alveg feskur inn og gerði fullt að bara áhugaverður skemmtilegu og áhugaverður og sagði ýmislegt en svo var hann ekki borgarstjóri í rauninni það var annar borgarstjóri sem var Dagur var borgarstjóri og í rauninni og þá segja menn ok, hver ætla þá að vera forseti ef hann er kosin hver verður þá forsetin hans þetta er þessi vini mín segja mig ég með svar Já, og ég veit ekki, ég get ekki svarað. Engar áhyggjur að því hann á stórkostlega geggjaða konu. Það hélt innlega kannski líka. Þá vildi ég að hann fara að segja henni. Það láttu konuna líka þegar hann var borgarstjóri, sko. Samtíðið Dagur. Já, samtíðið Dagur, já. Það er náttúrulega, hann hefur forsetariðara, svo vinninni róist. En ég fengi þessu spurninga líka, og mér finnst það pínulítið lítilækandi einhvern veginn og lýsa einhverjum hrókagagvat, Jóni Gnarr að þessar spurningar. Þetta er úti að spyrja, fólk er að spyrja þessu. Ég fengi þessu spurninga líka. Ég hef ekki svarið, sko. Ef þú myndir skipta út Jón Gnarr fyrir kona, þá myndi allir fara afturlega byrna. Þetta er svona einhvern veginn eins og hann sé ekki maður með fullu viti. Jóki myndi stjórnunum. Já, þú veist, þetta er svona, mér finnst þetta svona frekar glata. Nei, en hann var ekki borgarstjóri, það vita það allir. Þú verður bara sannur. Segðu bara satt. En ef við segjum, sko, þá er rétt að benda á það að Dagur B. Eggertsson er líklega snjallasti stjórnmálamaður síðara tíma á Íslandi af því að hann tapar öllum kosningum en ræður alltaf og kannski skiptið á máli en ég held að Jón Gnarr sé hins vegar bara með þessar reynslu svona, hann gæti alveg gert þetta Já. Jón Gnarr gæti alveg gert þetta Ég má taka því að það sem Jón segir og það var til dæmis í umræðunum í gær á Stöð 2 að þegar það er verið að tala um að forsetinn eigi að vera eitthvað svona mótvægi við þingið að vera þingið við sitjum uppi með þing sem að virðist ekki eiga auðvelt með að reka stefnus í sátt við almenning það er eiginlega Arnar Þór segir að þessi bara þingið Já, ég meina við þekkjum það bara að stefna stjórnvalda í öllum megin atriðum, öllum stórum málum sem skipta máli er eiginlega þvert á vilja meirihluta almennings. Þannig við erum með eitthvað svona galla í stjórnkerfinu og það er verið að ræða þetta og það er mismunandi áherslur. Arnar Þór er bara harður á því að forseti verði að vera bara fulltrúi fólksins á móti elítunni og svo er eitthvað svona blæbrigði og á hinum endanum er Jón Gnarr sem er eiginlega segir bara við eigum bara að treysta þinginu og við höfum að treysta fólki og svo var hann spurðu kom hann þungunarof kom til tals af einhvern ástæðum og þá segir hann að þetta hafi verið samið af bara okkar bestu sérfræðingum og hann er alltaf að vísa í það sem þú ert að segja að hafi að eins og stjórnmálin eigi bara að fara við embættismennir að sjá þetta við höfum bara að treysta þinginu og þannig að suminleiti er hans erindi einhvers stað þarna Já, mér finnst skrítið þegar fólk notar þessa umræða að treysta þessum fræðimennum svona, mér finnst það skrítið konur voru ekki með kosningarétt voru þá ekki til fræðimenn svartir í Bandaríkjunum fengi ekki að fara í strætó var þá ekki til fræðimenn var þetta fullt af fræðimennum Hvað áttu að treysta því? Hvað þeir sögðu að mætti ekki ætti að vera gilt á klósinu? Fræðimenn voru ekkert mikið að skoða þetta til dæmis þau mál á sínum tíma. Akkur segir það? Þeir voru full í pólitík.
fullt af fræðumennum, hagfræðingar og... Það voru engin fræðumenn sem voru að skoða, John Stuart Mill var eini maðurinn sem var að skrifa eitthvað kvenréttindi fyrir 1900. Það voru kvenréttinda konur fyrst og fremst sem að börjast sjálfar fyrir þessum réttindum. Já, og það voru alls konar fræðumenn sem voru að sína fram að konur væri með minni heila og þess að það væri ekki að ráða, sko. Já, það var alls konar... Það segi, förum bara varlega, hlustum bara á fólk, alveg sama hvort að það sé, sko, fólk sem okkur finnst vera litlir, eða ekki með menntun, eða hlustum bara á fólk, hvað það segir, hlustum á hvað það segir og svona metum það hvað það vera að hugsa og Jón vil treysta þessu og það er bara, og mér finnst frábært hann segja það, þá get ég labbað allavega og kosið, þá veit ég fyrir hvað hann stendur og mér finnst það æðislegt. Ég ætla að þig hrættur við þá sem farið þessar forstöðukosningar sem þú varst að segja, að það eru margir svo hrættir að þá þora þær ekki að segja neitt. Þeir taka bara fastan. Þeir taka bara miðjuna sín einhvern veginn og eru bara alltaf að dansa á miðinni. Ekki bara best að kjósa Framsókn, þú veist. Já, það. Og við Íslendingar erum pínundið þar, sko. En er ekki hægt að finna til með fólkinu því að verkefnið það, þú ert að segja eitthvað eftirminnilegt án þess að segja nokkuð. Það er eiginlega, þetta er þraut sem er ekki hægt að leysa. Þetta er mjög erfitt. Og mér fannst það mjög áberandi í gær að því að sá þáttu var miklu leiðilegri heldur en að RÚV. Ég veit ekki hvað það var. Nei, það dræfið ég. Það var allir að reyna að segja eitthvað snjallt án þess að segja neitt, sko. Já, mér fannst Baldur reynda stíga alltaf fram í gær. Mér fannst Baldur halla sig aðeins fram í gær og keyra aðeins, sko. Mér finnst eins og með Baldur að því að ég hefði vera meira passífur. Ég hefði ekki veðjað á það fyrirfram að miðst Baldur hafa farið í gennum þessar kosningabaráttu svona mjög sjálfstraust. Já, ég sammála því. Og hann er svona ákafur og hann með alls konar hugmyndir, nýjar hugmyndir. Já, hann er kennari náttúrulega. Hann er vanur að kenna. Og hann er með sterka manna bakvið sig. Þú veist að hann er bara ekki það að mjög fróður og klár. Ekki nokkur mér finnst þetta eins sko Arnar myndist aðeins á í gær í sjónvarpinu þarna sem þætti viðtölum við frambjóðendur með COVID og að treysta ekki við og varðandi trúmál og svo framvegis að það er kristintrúar sem allir reyndar urðu meir sálaragnar á þessu tíma, það verða allir trúaðir sko sem fari í forsetaframboð. Einmitt mjög áhugavert. Af því hann var að gagnrýna sko þríeykið og COVID og vísa þetta allt það fjaskó að hann sagði við megum ekki trúa bara á vísindasamfélagið. Sammála. Að Scientology í rauninni, að við megum ekki trúa á það. Við verðum að hafa meiri trú og líka reyna að finna út hvað er rétt og rangt og hlusta á fólkið. Ég held að sé ekki alveg rétt og rangt til alltaf. Nei, auðvitað, það er margt grátt og... En mér finnst áhugavert að þú tala tríeykið. Því að má ég hendi einu hérna, þegar þú sagðir hérna áðan að það væri bæði fastin og eins og bara Katrín eða eitthvað svona búin að vera í embætti í mörg ár, hún búin að vera í 20 og eitthvað ár, búin að vera í helstum embættum og í síðustu 12 eða ekki, er hún ekki búin að vera að býta hver? Katrín. Já, hún er alltaf búin að alin upp á þingi, sko. Frá hruni að frádregnum 4 árum. Þegar þú ert í svona valdamikilli stöðu og ert með peninga annara og ég ræði ykkur í vinnu og læti gera verkefni fyrir mig og þig að vinna fyrir mig og fæ þig til að skóla mig hérna hvernig ég á að vera og borga þér og borga 100 milljónir núna sem voru sendar í ykkur að auglýsingastofu og svo kolli. Og þá er spurt bara hvað er þessi peningar, af hverju verður að kaupa þessi peningar og allt þetta. Allir þessi peningar skapa það að við komandi fylgið þér. Þannig ef ég er búin að ráða ykkur að vinnu hjá mér í 20 ár, þá eru þið aðeins með mér. Ég get kallað inn greiðan. Núna vantar mig kaffið og kökur og mat hérna á Akureyri. Bara, komið hérna inn með kökurnar og kaffið, meðan Jóngnar greiðir kannski ekki með neitt af þessu, eða kannski bara hún stein núluna. Bara getur ekki púlað kannski ykkur að bóða öllum í mat, sko. Kári Stefánsson styður ekki Katrínu af því að... Jú, hérna ætla ég akkurat að koma, það skal við ætla að taka Kára aðeins, sko. Ég ætla aðeins að fá að ræða Kára. Sko. Og ég byrði ykkur að fylgjast með þegar þú ert búinn, hvort að Svavari takist að segja núna, ég er sammálaður og snúa svo yfir hann séð ekki, af því að hann er að kenna fyrir sjónvarpsframkomu, það var aftur gott að ná í núna. Þú búinn að sjá í gegnum þetta. Ég ætla að koma með þetta núna. Sko, ég hef alltaf verið sammála Magga. Í eiginlegu öllu. Þið eru sammála í grunni. Sko, ég ætla að taka smá svona bara, því við erum bara að ræða, annars væri við bara sammála hundleiðir að fyrir þátt sem allir er sammála. Það er bara hundleiðir að hlusta á það líka. Tökum aðeins þetta smá einhver. Kári, af hverju stígur hann fram núna og segir standa með Katrínu? Af hverju? Það er sára einfalt. Ef við snúum þessu við og tökum eitthvað annað land
og ég ætla að leika þetta, ég ætla bara að fara, ég er ekki besti leikari, ég ætla bara að taka þetta smá leikaritt. Það einhver í Danmörku með eitthvað lyfjafyrirtæki í Danmörku og hann hringir í eiganda sinni í Bandaríkjunum sem er multimiljarðardollar fyrirtæki og segir, heyrðu, ég er bara að fá hérna alla rannsóknir hérna bara í COVID, ég fæ bara öll sýnin. Hvað ertu með einokun og öllum sýnunum? Já. Bara í heilu landi? Já. Hvað erum við að borga fyrir þetta? Við hefum ekki svona mikið pening. Nei, við fáum þetta frítt. En ekki frítt. Við ætlum að rukka fyrir það. Við ætlum að rukka randið fyrir þetta líka. Við ætlum að fara inn og fá allt sambólinn og gera allt og segja hvað kemur niðurstöðunar og svo ætlum við að nota niðurstöðunar auðvitað í alls konar öðru sem ég sel áfram í stór fyrirtæki sem ég á út í heimi en þeir ætla að borga okkur fyrir þetta. Þeir eru það vitlaus. Svo þegar Fórstón gerði allar þessar skoðanir, svo allt í einu við landamærin, þá endaði mig því á landamærunum, þá allt í einu fór COVID niður. Þá nefndi Kári ekki að taka neitt sýni og fór bara og svo sagði hann, herru, þú verður að gera það. Herru, ég rukka þig. Ætlar ég ekki að borga mér? Á ég að rukka þig núna ekki? Ég er ekki búin að senda reikningin. Og alltaf hann hótaði svona iðnaðarmaður sem var alltaf hótaði með að hvort hann ætlaði að klára ísskapið eldursýningunni ekki, sko. Ef hún verður forseti, þá getur rétt ímyndað þér hvað dyrnar sem hún kemur til að opna. Fyrir slíka manni svo Kára. Af því við nefnir iðnaðarmann. Auðvitað kemur hann Af því við nefnir iðnaðarmann. Það er svona, þetta er svipað eins og þegar COVID skall á okkur. Ég var bjóð á Ítalíu þegar COVID skall á. COVID skall á mjög hratt og mjög óvænt og heilbrigðiskerfin, þau bara réð ekki neitt við neitt. Ég ætla að líka þessu við það frekar að Kári Stefánsson hafi verið iðnaðarmaður og það sprakkaður pípa í kjallaranum. Og hann kom og hann bauð fram aðstoð við að stoppa lekan og hjálpa til. Þegar allt var komið í hund og kött. Þáði ekki greiðslu fyrir það þannig upphafi. Síðan á einhvernum tímapunkti þá segir hann, herðu, hér erum við búin að vera að vinna hérna myrkran á milli, frítt og hérna við verðum að fara að rukka fyrir þetta. Það er bara þegar píparinn er búin að gera við lekan og þú segir, nennir ekki að skipta þessi þarna rör líka. Þú veist, ég held að það hafi miklu meira verið þannig og mér finnst þetta pínulítið þarna sérstakt. Að þegar eitthvað svona fólk, ég þekki fólk sem er að vinna í erfðagreiningu, það var að taka aukavinnu bara á fullu til þess að reyna að hjálpa af því að kerfið réð ekki við þetta af því að holskefla kom. Mér finnst pínulítið sérstakt að halda að vera einhver annar lík. Þú lítur svo á þetta verið sambóðstar svona. Hvað þið stelpur, náið þessum iðnaðarmanna líkingum? Já. Og þú veist, það er margt í mörgu og alls konar, sko. Já, en svo það var þarna líka á tímabili það sem kom svona yfirlýsing frá Kára og Víði, var það ekki, var eitthvað Heitin við bóta, það er landlæknir. Já, og þetta var svo fyndið og búið að skeita þeim saman. Smitsjúkdómar. Og það var eins og þeir væri að lesa sama handriti, þeir voru nánast í synki. Þeir voru að tala. Það var sama handrit. Það var bara handrit sem þeir fengu. Og þeir vinna fyrir hönd ríkisins, margir hver ekki Kári reyndar. En ég er að tala til að styðja Katrínu. Ég er að tala það handrit. Ég veit það. Já, það var handrit. Sama handrit. Ok, það var bara svoleiðis. Það er svolítið sérstakt. Mjög stórt leikrit. Það var Kári og 2 úr þríeykinu. Alma mætti ekki. Alma var ekki. Kannski var hún ekki búið. Kannski vill hún ekki styðja Katrínu. Þannig að bara opinberlega var þetta handrit. Já, kannski ekki alveg opinberlega. En það er mjög skýrt. Það var bara svona greinilegt. Þeir voru með sama bakgrunn, tekið upp á sama tíma. En sérstakt. Ég meina það er skríti, krakkar. Það er mjög sérstakt. Ég segi stundum, mér er svo yndalt að spyrja lítil börn, bara af ykkur. Þá langar mig að spyrja, eins og lítil barn, akkurat í þessu, Kári er að skoða DNA og svona, er hann í lyfjaframleiðslu? Já, það er niðurstöðunar notað til þess að framleiða lyf. Hvað er það, ef við tökum bara hérna í vestrænum heimi, en jú, austrænum og vestrænum heimi, allri jörðinni okkar, þá er ekki lyfjaframleiðsla hæsta, eða er það ennþá pornography og narcotics? Hvort er hærra? Hvort er skrifa hærra? Hvað segja hagfræðingarnir í dag? Ef það er lyfjaframleiðsla, þá get ég ekki kosið Katrínu. Punktur. Shit, maður. En það er rosalegt. Já, ég held við sem þess að þetta með samsæliskenningarna í NATO. Nei, ég er komin að fullt. Það er ennþá, held ég 16 daga til kosninga, eða 15 daga til kosninga. Þetta er góður þáttur. Hvernig verður þetta síðustu vikuna? Nei, það er auðvitað er það eðlilegt í svona litlu landi og lýðræðisríki þegar við skoðum þegar við segjum, mér er gaman að spila lítið barn. Ef ég myndi spyrja bara lítið barn að eigum við að kaupa sprengjur og við erum í svona samstarfi með öðrum eigum við að kaupa sprengjur og bara, eigum við að gera það? Eigum við að drepa fólk?
Nei, auðvitað ekki. Það bara 5 ára barn myndi gefa mér svarið, sko. Og ég veit alveg, hvað getum við gert þá, eins og við vorum að tala um í gær, Kerasis eða Össur með, þú veist, eitthvað, hjálpa öðruvísi, sko. En svo sagði Katrín, sem hún sagði, og við erum alltaf í Atlantshafsbandalaginu, við erum í, skilurðu, og við erum í NATO og við verðum að sýna þetta einhvern veginn. Er það rétt? Er það hreinlega rétt? Verðum við að koma með aðstofa þetta svona? Nei, það er ekki þannig. Nei, það er ekki svoleiðis. Við megum bara að segja að við bara munum aldrei kaupa vopn, kæru vinir. Já, við skulum gefa ykkur tjöld eða við skulum vera með... Við fáum plastur og alls konar. Við höfum gert það. Við höfum sendt flugumferðarstjóra til Kabúl og við höfum gert alls konar hluti. Í Biafra-stríðinu þá fóru íslenskir flugmenn flugu með mat í orra skotríð, í rosa skotríð í 2 ár. En Jón Gnarr sagði, það er búið að vera að fljúga hérna yfir Ísland mörgu sinnum og við höfum látið að lenda þetta með vopn og svona, þetta er ekkert merkilegt. Já, það er búið að gera það. Það er oft þannig að þú stígur yfir þröskuldin þá hverfur hann, sko. Já, ég var nú bara merki siðferðilegs hnígnunnar. Á sjónum hafðan daginn þegar kafbáturinn kom og svo var stórt skip frá NATO sem að sigldi hérna inn í gamla höfnina bara fyrir nokkrum dögum. Það var spænsk, það var ekki spænsk líka. Ég veit ekki, ég fæ smá svona hroll, sko. Nei, ég bara veltaði fyrir mér, það sem ég bara veltaði það kann að segja eins og hann með friðinn, sko. Já. Af hverju er Ísland ekki bara algjörlega stæsta svona friðar humanity. Akkur eru við ekki búin að virkja Bessastaði? Akkur eru við ekki búin að kjósa Ástór? Já, nákvæmlega. Nei, ég meina sko, ég veit ekki þetta Ástór sjálfur sem manneskja gæti púla þetta. Ég veit ekki það, hann er gert fullt af hluti sem eru ótrúlegir reyndar. En, þú veist, það er bara að segja... Ég er sammálaður þarna, ég er algjörlega með þér. Af því ég var nú kynntur eins stjórnmál og stjórnsýslufræðingur. Að þá er svona allan einhverjum hlutafræði þannig að þá segir menn það eru 3 svona faktorar sem að ráða því okkur fólk kýs ykkur. Það er fyrsta lagi er það grunnstefnan, er það hægra vinstri miðju eitthvað. Svo eru það stefnumál dagsins, hvað er efst að beygja akkurat núna. Og svo í þriðja lagi treystir manneskjunni til þess að framkvæma þetta. Og ég held að er ekkert í framtíð? Ég held að sko með friðinn að það sé allir sammála það að við viljum frið á jörð. Það sé enginn í vafa það. Og ég hef ekki hitt þann bara Íslending held ég sem að vill stríð. En treystum við Ástóri Magnússoni einhvern veginn til þess að koma á frið á jörð? Ég held að það sé ástæðan fyrir því að það mælist bara ofan í kallara. En hver af þessu fólki ætlar raunverulega aktíft að berjast fyrir friði? Hver af þessum? 12? Sem hafa rætt það. Arnar Þór, eða ekki? Já, hann er reyndar á móti vopnaflutningunum eins og reyndar voru flestir. Þannig að í gær til dæmis var Katrín alveg sér á báti að vera fylgjandi því að við ættum að kaupa vopn. Mér finnst þeim sem ég tala við og sem að kusu að ræða frið á þessum ófriðatímum að þá man ég bara eftir Höllu Tómasdóttur sem að lagði áherslu og það væri eitt af því sem að Halla talaði það, já. En ég held að sko, eins og ég sammála þér að það er örugglega allir sem við myndum tala um þetta fólk þá við myndum allir vera friðelskandi fólk, það er enginn sem vill. Ég held að Katrín sé ekki einu sinni þar heldur. Það sem ég bara segja, þegar þú kemst í aðstöðuna til þess að geta tekið valið og þú velur annað að því þú varst að tala um þetta bak við þig, þá eru verk sem þú ert búin að gera. Þú lítur að dæma þetta. Má ég pröfa að tala um forstakostingar með svolítið öðrum hætti. Segjum þetta sé atvinnuviðtal sem þetta að þá ef við værum að ráða einhvern í vinnu, að þá erum við að segja viðkomandi hvað við viljum að viðkomandi geri. Og það sem að kemur fram í forstakostingunum er annars vegar það sem að fólk vill, kannski að miklu lítið það sem að fólk heldur að aðri vilja. Og þá er eiginlega spurningin, ef við horfið á umræðuna sem er í kringum þessar forstakostingar, hvað er það sem að þjóðin er að óska eftir? Að því að við erum svolítið búin að tala um að við séum svolítið begluð þjóð og ég held að það sé eitthvað von og ég held að þetta sé eitthvað svona hvað er þjóðin að biðja um? Ég held að það sé að biðja eitthvað von og eitthvað svona og einhvern sem þau geta samsama sig við. Nei, ég er ekki að tala um það, þú veist, hvernig við viljum ráða því að ég segi mig ég sé að ráða þig að þá fer ég að segja þér það sem að mér vantar er manneskja til þess að gera þetta og þetta og þetta þetta meina hvað þjóðin vill gera það er bara það sem þegar þú talar sem að þú farð að segja mér hvað þú ert. En ég er að langstæðstuleita að segja bara hvað þú átt að gera. Það er bara starfslýsing. Hver er starfslýsing þjóðarinnar? Hver er starfslýsing þjóðarinnar? Já, því að það er ekki það eins og við bara fáum yfir okkur eitthvað fólk sem við ráðum því, hvers konar forseti. Hvað viljum við? Það er spurningin. Það er spurningin. Það er nú nokkuð skýrt, eða ekki?
það ekki? Ég veit það ekki. Þú vilt, sko, stjórnmálamennir vilja, og flokkarnir vilja mannesku sem lætur að tiltölu í friði og kemur skikki á að setja þetta í gang svona. Stjórnmálamenn er einmitt mjög fá prósent af landsmönnum, þannig að skulum bara gleyma þeim. 0,1%. Já, það er stjórnmálamenn vilja það. Og hvað vil atvinnulífið? Atvinnulífið vill hörgla það sama, að láta sér þokkalega í friði og geta opnað eitthvað til. Venjulegt fólk sem er ekkert í þessum business vill kannski fá bara forseta sem að getur bara heiðarlega mannesku sem að maður getur samsama sig við og ég er að reyna að draga það frá þessu því að inn í þessu, þegar við erum að leita fólkinu þá erum við að ræða hérna friðarmál við hérna, það hefur verið rætt auðlindir, hverjir eiga auðlindirnar, það er rætt alls konar svona raunveruleg issue í samfélagsumræðinni og ég er bara að velta fyrir mig hvort að þið getið lesið eitthvað í það. Ég hefði viljað og það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt almennilega hjá neinum frambjóðanda eða neitt í umræðinni, það er, sko ég býð þarna fyrir norðan og það er hérna fjársterkur maður sem hefur eignast heilmikið af landi fyrir austan og einhver hluta vegna sem ég hef aldrei skilið þá eru reglur Íslands mjög gráar varðandi kaup á jörðum Íslands og ég í rauninni þegar þessar forsetakosningar fór af stað þá var það helsti fókusinn, svo gleymi ég mér þú veist, hjá mér að fá einhvern að Bessastaði sem er með bein í nefinu og passar upp á landið okkar að það hverfi ekki í eigu stór fyrirtækja. En hefur hann eitthvað vald til þess? Jú, af því að við höfum eftir að skrifa eða fara nánar inn í þau lög, það er reglugerðir, það er búið að reyna eitthvað smá, en svo dettur þetta litla smáríki, smáborgarahátturinn, hvort sem það er á þingi eða upp á hálendi, dettur í eitthvað sem skiptir raunverulega sem ekki mál. En þá ertu að segja að það er rauninni, það þarf að vera með bein í nefunu til að geta sagt nei við þessar þingmenn. Ég vil forseta og við þurfum öll að taka ábyrgð á okkar generasjón hvort sem það er að ég hafi almennt ellilífeyriskerfi og elliheimili því ég var orðin öldruð eins að ég geti gengið koppagrundir og týnt sólegar með börnunum mínum og barnabörnum. Við erum að horfa fram á það að það, þú veist, ef við pessum okkur ekki þá verður það ekki hægt. Varðandi þetta mál sem þú talar að við erum með kerfi hér þar sem er til dælu auðvelt að kaupa land og jarðir. Kaupa fjall og flytja til Þýskalands eins og er verið að gera í Ölfusi. Þetta hefur verið, því ég var nú í bændahöllinni í nokkur ár og þetta hefur verið rætt margátt á búnaðingum og það er búið að benda stjórnmálamönnum á þetta en þetta er ekki álitið eitthvað stórmál. Þetta er stórmál? Danmörku til að mynda, já. Þetta búa í en í Danmörku til að mynda eru miklu strangari reglur. Þannig að, en þetta er eins og ekkert sem kemur til kasta forsetans af því að ekki nema einhver breyti lögunum, þá getur hann neyta skrifundir og svo framvegis. En það sem að Gunnar Smári nefndi varðandi starfslýsinguna, þá erum náttúrulega í stjórnarskráni erum við með grunnin að starfslýsingunni og mér finnst umræðan bara almennt, bæði hér og bara almennt í samfélaginu, fara mjög langt út fyrir það á köflum. Til viðbótar við þá starfslýsingu erum við auðvitað með eitthvað svona karaktereinkenni sem að við viljum hafa á viðkomandi. En starfslýsingin í svona kjarnanar til staðar í stjórnarskráni. Þú meina bara í stjórnarskráni? Það er heilt kapli En í starfslýsingin er þannig, annars ertu með hefðina og þá er forsetinn mjög valdalítill. Svo lestu stjórnarskrána, þá er hann mjög mikið vald. Og það hefur margir verið að segja sér svo að ég ætla ekki að skrifa fyrir nein lög sem varða þennan málaflokk. Og samkvæmt stjórnarskráni þá er það þannig, við fengum rektorinn í HR hingað til þess að fara yfir þetta og þá meðal annars hvað gerist ef að fórstu bara skrifar undir engin lög og þá hvað ætlar þingi að gera í því þá verður að vera meiri 2/3 hlutar þingsins sem að vera með vantraust á fórsetan. Ástór var ansi góður í þessu. Þá verður fórsetakosningar og ef að viðkomandi forseti er kosinn að þá verður þingið að segja af sér og þá verður þingkosningar. Þetta er starfslýsingin sko. Þetta er mjög skýrt, ef hann skrifar ekki undir nein lög þá verður hér rað þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er ekkert flókið. Þá er það bara Viktor. Já, og svo þingi gefst náttúrulega. Viktor Ástór. Já. Það er bara, þú veist, þetta er, en hins vegar að tala sko, einhvað dæmi sem... Þú ætlar að starfslýsingin. Starfslýsingin er svo banal, sko. Þannig að hefðin og starfslýsingin eru mjög ólík. Já, en þetta er samt það sem við eigum. Það er, sko,
En Ólafur Ragnar til dæmis, það var allir töldu það að hefðin væri sterkar en stjórnarskráin. En hvað gerðist? Stjórnarskráin er sterkar en hefðin. Þetta er samspil. Ef að forseti neitar að skrifa undir þú ert skipað embættismaður og ég bara skrifa ekki undir það sem forseti, þá gildir það. Ef ekki bara henda þessari hefð út og taka fastan bara í burtu og bara byrja upp á nýtt. Vandamálið er það sem allir er að díla við. Við lustum eins og ný stjórnarskrá en nú vorum við að tala um forsetakosningar. Eins og þú ert að segja, þér finnst umræðan fara all over the place og út allt svo leiðis. Ég er alveg hlindur og negin nefnilega að gera það. Ég er nefnilega miklu hræddari við prinsipfólki sem vil halda þessi í ykkur kassa, sko. Bara, og kannski að því ég kem frá creative hliðinni, sko. Meira, oft, sko. Þannig ég er hrifnar af að horfa á allt tvistrast og fara svo aftur saman heldur en að vera bara með þetta svona kannski háir mér aðeins í þessu en ég myndi halda alveg við erum með starfslýsingu eins og þú segir og hún er ekkert alveg skýr og það sem við erum hrædd við bara þjóðin ok, við fáum mann eða mannesku sem hreinlega bara neita bara öllu þá allt í einu verður bara, vá, hvað gerist þá? Eða neita bara einu, sem ég er ekki hrifinn af það er líka vesinn, ef maður gerir þetta bara, ef maður kemur með minn business ég er í einhverjum business og hann eyðileggur hanna þegar ég vil vera í selja Radcliffe, ég er með fastingarsölu ég veit ekki þannig að þú, það er allir svona smá svona hrættir og íslensk pólitík, hún gengur út á litlar skoðanir sem eru svona eins og flokkur fólksins til dæmis, það er bara öryrkjar aldraðir, þeir fara í svona útrýmið fátækt, það er ekki lítið já, nei, ég er ekki að segja ég er bara að segja, þeir fara þar inn og það er kannski 20% fylgi 80% er ekkert að þvælast í því einhvern veginn finnst, ég er ekki fátækur, ég er ekki svona veit ekki neitt þetta, skilur einhvern veginn þá er það bara að berjast, þannig að allt í nú verður fullt af svona litlum sem allir að berjast í svona one topic mér finnst vanta á Íslandi, miklu meiri svona heild sem allir Íslendingar eru bara sammála og það er dálítið mikið sem við erum sammála en það er enginn tekið það svona saman einhvern veginn, þannig að þetta verður svona Ef að gera það núna, hvað við elskum líka að rífast heldur þetta ekki hægt? Elskum að vera ósammála ég ætlaði að fara að segja við þig þú heldur þetta að segja ykkur ánskot á Slatabær já, ég meina sko pínu, ég ætla að nefna sem dæmi bara. Í Latabær eru karakterar og menn segja áttu með því fyrir allan heim þá segja mig herðu það er samfélagssáttmáli sem allir eru sáttur við já, en ég fyrir allan heim að halda fyrirlestur það er fyrsta spurning ég fæ ertu ekki latur að þú skapaði Latabær, ertu aldrei latur leggur aldrei við miðjan dag, er svona spurningin ég segi, jú, þá ertu ekki latur ef þú leggur við miðjan dag, ertu ekki latur Yoko Ono og John Lennon var í rúminu ykkur vikur, þau voru ekki löt, þau voru svona móti vera heiminn og ég segi það, þú ert latur when you don't care, þegar þeir eru sama þú segir bara, ég er ekki fátækur, mér er saman fátækt fólk, ég er ekki kona, ég er saman réttindi kvenna, ég er ekki samkynneður, mér er ekki réttindi samkynneða, ég bý ekki á Eskifirði, mér er saman Eskifjörð, eða koll á kolli, þá ertu latur. Þannig ég segi, þú átt að láta þig varða allt, ekki bara sumt, heldur allt. Það var í gamla, það voru gamla konur sem tókuðu mann í strætó og sagði, það er ekki krota á strætissætið. Það letur sér varða, það letur sér allir varða eitthvað. Í samfélaginu, þú veist, og mér finnst vanta það, þegar við erum öll komin í svona pocket, eitthvað, í svona lítil mál, stann fyrir að En erum við ekki bara að tala samkennd? Er það ekki bara orðið? Jú, við bara ekki bara rannsaka það núna, að núna samkennd færið niður. Já, börnum. Hjá börnum. Það verður ekki meldt á fullorðnum, ég þori ekki að menna það. Nei, þess að segja, viljum við ekki forseta eða manneskju hérna í þetta embætti sem við treystum kannski fyrir þessu. Einhvern veginn bara, herðu, þú kannt að lesa milli línan og þú ert með eitthvað samkennd og ég meina Guðni er búin að vera óbærslega svona fallegur. Já, það er það sem fólk elskar. Við viljum hafa eitthvað sem við getum tengt við. Eins og Vigdís Finnbogadóttir. Eins og Kristján Eldjárn, svona fólk sem var svona tiltölulega Þetta er vinstri menn í miðjunni, ekki? Ég held þessi bara manneskjur. Já, en að sína það að þær séu manneskjur. Já, sem sína séu manneskjur. Og ég held að, ég var svo heppinn, ég er að vinna pínulitlu svona, sjónvarpsverkefni á kantinum og var svo heppinn að fá að taka viðtal við Vigdísi Finnbogadóttur daginn. Og það er bara stórkostlegt hvað hún er ennþá bara hress og ern og einhvern veginn með allt á hreinu. En málið sko, við erum hrifin af þessum forsetum, ekki af því að það gerði einhvað svo ægilega mikið og heldur af því að þau stóðu vaktina, við treystuðum til að standa vaktina, þau voru eitthvað til sóma þegar þau komið fram á opinberu vettvangi og þau skildu svona hvar þau stóðu. Og eins og Jóngnar segir,
bara leifa pólitíkinni sjá sitt, en þau sá En það einn munur að almenningur á Íslandi ber minna traust til þjóðþingsins og ríkisstjórnarinnar heldur en á þessu tíma. Og það eiginlega einkenni á íslensku samfélagi hversu lítið traust almenningur ber til stjórnmálakjörsins. Og þess vegna erum við með þessu umræði í tengslum við forstakostingarnar. Snarhundi náttúrulega eftir hrun. Og hefur ekki náð sér. Það er alveg rétt. En ef þú tala um leadership, nú tökum allt Katrínu, ég vil alls ekki eins og ég sé móti í Katrínu því það er frábær mannskja held ég, en þannig þá var Katrín Hljómar pínlítið þannig en mér finnst alltaf að segja, þetta er ekki samfélag sem á að þaga, við getum alveg sagt þetta, hún sagði það sjálf og ég bara repeata það, hún sagði að hún ætlaði að koma á meir virðingu á þinginu og fyrir þinginu, hún sagði það var opera, það var henni helsta jobb 2012 eitthvað svona. Byrjuðu á því að leyfa stjórnarandstöðunni hafa meira í sess og svona svo bara nettuðu sig og hættu við það. Og það er farið alveg niður undir hennar stjórn sem líder hefur að koma niður í bara ruslflokk sko. Það har aldrei verið læra. Mér finnst það ekki, kannski getur hún ekkert gert í því. Við erum líka bara, sorry að ég segja það, með spiltasta stjórnmálamann bara í sögu Íslands sem forsætisráðherra í dag. Og ég bara skil ekki, ég bara næði ekki hvernig þetta gat gerst. Ég bara í raunverulega skil það ekki. Já. Ég held að séu þannig að ég bara get ekki séð fyrir mig hvaða land þetta gæti gerst í. Það sem að sko 78% landsmanna vilja ekki hennar mann sem forsætisráðherra, en samt hennar forsætisráðherra. Ég bara get ekki ímyndum hvað landa það er að gerast í Hollandi núna. Það búið ekki hálft ár að búið til samstefnustjórn 4 flokka. Þar verður forsætisráðherra formaður flokk sem hefur pínlítið skítafylgi. Hann er með sko mælið því skoðanakonum með 40% fylgi. Hann fekk ekki að vera forsætisráðherra. Það var hluti af stjórnarsáttmálanum. Það var við sjáum þetta alls þar sem eru samstefnustjórnir margar flokka, þá endar einhver upp sem forsætisráðherra með sko það er nefnilega, sorry, flokki með lítið fylgi. Þetta er kerfið sem við búum við. Gott ef hún kerfið. Þetta er ekki kerfið. Það sem er á bakvið er fjárvaldið og það er heila málið. Follow the money. Þú veist, það er alltaf sem ráðherra, sem forseti, sem bla bla bla, þú hefur afskaplega lítið vald og það að Katrín Jakobsdóttir búin að vera forsætisráðherra, hún hefur auðvitað vald en það er fjárvaldið sem stýrir öllu. Það er bara þannig, allstar í heiminum. Hún er æðsti maður ríkisins. Dæmi frá Hollandi er þannig að þar var maðurinn sem hafði mestu völdin að þeir gera hann ekki að forsætisráðherra vegna þess að það veldur svo mikið úlfúð í landinu að hann sé forsætisráðherra. Það er svona sættir hann sem við að vera það ekki. Við erum eins og það með forsætisráðherra, það sem er 78% þjóðarinnar, vill hann alls ekki, en hann er samt forsætisráðherra. Þetta er mjög sérstakt. Og þessi yfirgangur stjórnmálastéttarinnar, hvernig hún bara telur sig eigið og megið það. Ég held að það ráði svolítið umræðinu sem er í kringum svo forstakostingar. Ég er ósamlega þessu. Við erum með kosningar hverju ári. Við erum búin að vera með þetta kerfi áratugum saman. Við erum með kosningar hverju ári. Það sem er engin flokkur sem fær meirihluta. Við erum með fjölflokka kerfi. Flokkarnir koma sér saman og mynda ríkisstjórnar og grundvelli ríkisstjórnarsáttmála, raða niður hverjir eru og semja sér niður að þessari niðurstöðu. Og það er sjálfsögðu þannig að þegar það verða að gera þetta í sátt við þjóðina sko. Við búum í lýðræði, þú verður að stýra í takt við vilja lýðsins. Já, mjög einfalt dæmi. Segjum að séu 5 flokkar sem hverjum sig fær 20%. 3 þeirra semja ríkisstjórn. Foringi eins verður að vera forsætisráðherra. Þá er hann með 20% á baku sig. Þetta er kerfið sem við erum með. Við gætum alveg farið leiðu, við getum gert breytingar á stjórnkerfinu þannig að við séum með de facto 2 flokka kerfið sem við erum með í Bandaríkjunum með Bretlandi. Og þá þurfum við bara að ákveða það. Það er nú ekki að virka mjög vel sko heldur. Það er nefnilega málið. Það er til fjölda margar tegundir af lýðræðiskerfum. Svo versta þeirra er betri heldur en einræðiskerfin, lemuglara. Svo versta tegundir af lýðræðiskerfin er betra heldur en einræðiskerfin eins og við höfum séð þau. En ekkert af þessum lýðræðiskerfum er fullkomið. Við höfum alltaf bara að reyna að gera það eins gott og maður sér. En af hverju er ekki hægt að þannig að ég ætla að gera 10 hluti? Já. Svo er það bara metið á miðju kjörtímabilinu. Er ég búin að þessu eða ekki? Ef ég ekki búin að því, þá bara hætti. Já, og svo bara ef þú skiptir upp á bak, þá þarftu kannski mögulega að segja af þér ekkert. Já. Stjórnmálaflokkar hafa í gegnum tíðina stundum til að bjóða fram. Þá verðum við svona lista, loforarlista. Og svo stundum hafa þeir komið og byrt einhverstað á miðju kjörtímabilið fyrir næstu kosningar, loforarlistan og sagt búin að gera þetta, búin að gera þetta, búin að gera þetta.
og þá rís fólk upp aftur lappirnar og segja, nei, þið eru ekkert búnir að þessu. Þetta er miklu flokknar en að segja það. Sko. Örugglega. Og þetta hefur verið reynt og ekki gengið sérstaklega vel. Já, þannig að þú vilt kjör aldraðra til dæmis núna sem er verið að breyta og reyna að skerðingi sé ekki, það er bara að taka á íslensku samfélag. Það tók okkur að missa frelsið okkar, það tók okkur hvað í COVID, nokkra vikur. Að missa bara allt, ferðafrelsi, bara allt, skilur, það tók smá mínútur. Og það mútur ekkert segja? Nei, það tók bara smá tíma. Hér er ég bara að tala hvernig íslenska stjórnmálkerfið og allt innu ég bara maður sem vil læsa fólk inni og vonstörfi allt. Ég var ekki að segja það. Þetta er gallið við umræðunum ekki. Nei, þú ert að segja, það er miskilað að ég er að segja það. Ég held þetta ekki að taka svona langan tíma. Þetta á skýrt. Já, mér finnst þetta ekki að þurfa að taka svona langan tíma. Hvað? Til dæmis skerðingar að þú er að skerða það, ef þú ert með eldri borgari og þú ferð og vinnur ykkur staðar, þá tekir skerðingar. Þetta á ekki... Skerðinga á hverjum ekki? Bara eldri borgurum. Hlusta, leið mér að segja hvernig ég sé þetta. Við erum með kerfi, þar sem við erum búin að byggja upp lífeyrissjóðakerfi, þar sem að fólk fær greitt úr lífeyrissjóðakerfinu. Það er ekki allir með réttindi þar. Þannig að við höfum ákveðið sem samfélag að búa til öryggisnett. Þannig að ef þú ert ekki með aðrar tekjur, þá færðu tekjur frá ríkinu svo getur lifa mannsæmandi lífi. Sammála. Já, þú veist á að vera svoleiðis, já. Þetta kallum við ellilífeyri og þetta er svona samfélagið sammála um. Já. Þessi ellilífeyrir ætlar síðan að fara að taka óskertar atvinnutekjur ofan á hann. Akkur ekki. Það er enginn að tala um það. Nei, akkur má það ekki. Akkur má það ekki. Ég skil ekki akkur það má ekki. Af því að þetta er öryggisnett fyrir þá sem ekki hafa neitt annað, af því að við sem samfélag, við ætlum ekki að láta neitt svelta. Við sem, ef þú hefur ekkert annað, þá látum við hafa þetta. Ég skil. Ef þú hefur fullt af öðru, ef þú hefur fullt af öðrum tekjum, þarftu þá að fá þessar tekjum frá ríkinu. Þú ert búin að borga til þessar kerfis í svona langan tíma. Þú ert ekki að borga skatta til þess að fá út úr því aftur ellilífeyri. Það eru lífeyrissjóðir. Það er ekkert endilega heldur það er alveg hægt að koma slíku kerfi á. Það er leikandi hægt að hafa þetta. En það er ekki kerfi sem við erum með. Gaman samt að við skulum, af því að þetta er akkurat það sem ég var að reyna að nefna áðan, að við sem, segjum við höfum öll, við erum sama kynslóðin, við erum inn á þingi og við erum ekki tengt fjárvaldinu. Það er mjög sérstakt ef það er ekki. Þá eigum við að vanda okkur við að búa þannig í haginn að við tökum ábyrgð á núverandi ástandi á öllu fólkinu í landinu og að tökum ábyrgð okkur sjálfum, skiljiði. En þetta er það sem menn nota, ég ætla sem dæmi. Móður mín, hún er 80 ára, sorry. Hún er hvergi komist inn á neina stofnun til að vera neinstæðar, hún er bara við sískinum bara að bera hann á milli, skilu. Ég er í sömu. Og þegar hún er veik þá er hún of gömul til þess að laga hana í raunin, hún dettur bara meðan dag og bara vesinn, sko. Og þetta er bara vesinn. Hún á það mikið pening að hún getur valla að lifa á peningnum, sko, hann er svo lítill, sko. Þannig að það þarf allir að koma einhvern veginn að með einhvers konar aðstoð í þessu. Kannski er það eðlilegt að það eigi bara að vera svoleiðis, að við séum eldri borgarnir séu bara partur á heimilinu og allir séu bara þannig. Við erum að reyna, fólk vill vera sjálfstætt eins lengi það getur í ein heimil og búa alveg þess að vilja bara á síðustu mínúturna, sko. En ég get ekki betur séð það með að ég hef ekkert notað heilbrigðiskerfið mikið sjálfur, bara mjög lítið, en borga bara þokkalega til þess. Ég get ekki séð að þjónusta sem verið að bjóða upp á það að hún sé góð. Hún sé ég þarf að fara með hennar landsbytabíðin 18 klukkstundir og hún liggur á ganginum. Mér finnst þetta kerfi sem við erum að tala um, býtu. Það hægt að frítekjumark myndi ekki hjálpa mömmuðinni með þessa lýsingu. Nei, býta aðeins, það sem ég er að segja, nei, en hún hefði alveg getað ef hún væri kannski svo þokkalega frísk, þá lifur hún samt ekki á svona peningum, sko. Að þetta er svo litli peningar og þá kemur þetta þú ert að segja, þá segir fólk við, hún hefði bara átt að hugsa um það áður. Nei, hún nefnilega, kynslóð mömmu, hún átt að hugsa um sjálfa sig. Kynslóð mæðra okkar, þær gerðu það. Svo erum við, 60, 50, 40, eitthvað. Gerðu við hvað, segir þau? Hvað gerðu við kynslóðir mæður okkar? Foreldrar okkar, ég meina að það var langafi minn, hann barðist fyrir því að við erum í sumafríi. Mamma mín og hennar kynslóð barðist fyrir því að við erum... Magnús hafi verið að tala um annað. Það hefði sagt við móður hans að hún hefði ótt að bara leggja meira fyrir í lífeyrissjóði. Það er að hugsa um sjálfum ég Nei, ég var ekki að meina það. Nei, byrju, hver og einn á að bera ábyrgð á sjálfum sér. Ég er að tala um hver kynslóð. Þú hefði bara átt að vera kona sem átt að leggja pening til hliðar til svo ættir fyrir 11 ára, en ekki alltaf vera núna bara hljómar sem móður þín myndi græða á því að ellilífeyrinn væri hækkaður. Þá hefur við líka að segja það, hækkum ellilífeyrinn ef að fólk getur ekki lifa á honum. En við erum alltaf að tala um skerðingarnar. Þetta er pínleikið... Fólk er að reyna að bjarga sig út úr þessu. Það er ekki verið að hækka, það er ekki og lofa eldri borgum svo lengi. Vandamálið okkar í þessu samfélagi er oft þannig að við erum með
vondar greiningar á vandamálunum sem leið okkur þá oft til rangra lausna. Nei, ég held að segja ekki það. Ég held að segja þannig að við erum ekki gömul og við erum ekki gömul og við erum ekki orðin gömul og þessi taka ákvörðun það verða allt í nú gömul þá er það orðið á seint. Ég held að það sé vandamál. Já, það hluti af því, sko. Má ég spyrja því að þú ert hérna varst að koma frá móðuðinni. Kom þér á óvart svona að vera í þessari stöðu að vera uppkomið barn aldrara foreldra sem að þurfa svona mikla aðstoð? Nei, komur ekkert óvart. Fyrir mér mjög eðlilegt einhvern veginn að kynslóðir, ég ólst upp í sveit og ég ólst upp við að kynslóðir byggja saman og við svona þorpsmenningu að taka sama ábyrgð og svona, það kom mér ekkert óvart, hins vegar kemur mér óvart hvað kerfið er veikt og kemur óvart hvað mamma mín er sterk og flott, þú veist að því hún er einhvern veginn í núinu og með húmorinn og svona. En það kemur óvart að kerfið, hversu lasburða kerfið er. Allir eiga að vera eins lengi og þeir geta heima og núna er ekki lengur til 11 heimili, það eru hjúkrunarheimili og það er 2-3 ára bið. Hvíldarinnlagnir eru fábrotna, eða þú veist fáar. Ég meina, faðir minn er nýlátin, hann fer inn á heimili og í rauninni lést nokkrum mánuðum seinna. Eins og oft gerist. Já. Og það var mjög flókið að horfa upp á það og svo var annað með pappa minn, fyrst að við erum komið þangað, hann var á öldrunarheimili hér, hjúkrunarheimili, af því að mamma var á lasin til að vera með honum og ég bjóða langt í burtu sem hefði viljað, eða þú veist, ég vil langa að búa með þeim, búin að langa það í mörg ár og sískinni mín og allir að hjálpa stað, en pappi stundum alveg þegar hann fer, hvar er ég? Af því að það var íslenskan var ekki töluð á elliheimilinu að hann misti áttirnar með tungumáli sitt sko og það gerðist rosalega hratt og svo bara þurfti að fara eitt rúnd í kringu bæinn og þá var hann kominn til Reykjavíkur skiljiði en hann átti ekki við nein elliklöpp að stríða en það gerir svo hratt þegar þú ert komin inn á stofnunina skilur þannig að stofnuninnar eru í rauninni stofnanir til þess að deyja en þar er engin sjámana eða prestur að hjálpa fólki að fara í gegnum líf sitt eins og við viljum gera því ég dey, þá er ég bara með rosa protokól í gangi. En erum við að gera mikla kröfur? Þú veist, kom þér óvart hvað sko kerfið sem ætti að taka við móðuðinni var veikt? Ég var bara rosalega hissa. Ég hef eiginlega bara trúið sér ekki hvað það var. Þú helst þú byggir í meiri velferðaríki? Já, ég meina, ég nefn ykkur dæmi. Það er maður sem vinnur hjá mér. Hann er kokkur. Hann er þrælmenntaður og hann er verkfræðingur en vinnur sem kokkur hjá mér. Hann var alltaf veikur í maðunum, búin að vera hérna í 10 ár og hann við erum að redda fyrir hann einhvern veginn að komast til að vita hvað er að honum hann fer á íslenska heilbrigðiskerfið og fer í gegnum og það virkar ekki neitt og það gengur ekki neitt 6 vikur og hann er bara fram og tilbaka, þetta gengur ekkert hann endaði að sagði, herru ég þarf að fá frímerki, ég ætla að fara bara heim og ég ætla að láta laga mig og ég sagði já, þetta var í fyrra. Hvar er heima hjá honum? Palestína, fór til Palestínu, lagaði sig og kom heim Heilbrigðiskerfið þar virkaði betur skilur, hann fór þangað, lét laga sig, kom heim og var þar í 3 vikur eitthvað og kom síðan heim íslenska kerfið náði honum ekki, sko annarkvort út af því að hann væri útlendingur, ég veit það ekki eða hvort það var bara hafði ekki áhuga á því eða ég veit það ekki alveg en ég veit allavega til dæmis að mér finnst þetta fólk í heilbrigðiskerfinu almennt vera frábært. Já, sammála. Bara hvernig þið reyna að vinna við aðstæður. Kerfið er bara ekki að virka. Nei, sko. Það er eitthvað sem er ekki að virka en svo velta oft fyrir mér. Vanræksla á kerfunum öllum. Þegar ég ferðast allan heim, þá sé að þessi kerfi er ekkert í gangi. Bara í Mexíkó, bara til dæmis. Það er enginn að keyra börnin í fótbolta og bara alltaf verið að gera allt þetta. Og ammaðin bara er heima, þú þarf ekki bara að láta hann eitthvað elliheimil og svona skilur. Það er aðeins öðruvísi strúktúr sem þú grípur familjan einhvern veginn grípur. Já, það er við líka verið að koma svolítið langt frá því hérna á Íslandi að geta það í raunum að því að kerfið býður ekki upp á það. Já, og þú þarf 2 fyrirvinnur og allt þetta. Mér langar að hafa þetta svona eins og í Suður Ameríku þar sem þetta er bara fjölskyldan. Já, en þannig er okkar kerfi ekki. Og það er, þú veist, við erum með börnin heima, gamla fólki. Já, við erum ekki með þetta. Húsnæði kostar og mikið. Þegar við í baðstofun aftur. Já, nei, já, kannski trepsóma í Þetta er alveg hægt, það þarf bara að komast út fyrir fastan og trúa á breytingar en sko, þú veist mér finnst oft við vera þessi hópur mér finnst við oft ekki ná að tala saman almennilega að því að til dæmis ég hef heyrt til dæmis vantar hús að því að við erum að tala með segjum við varum í stóru húsi og að familjan væri þar eða við sættum okkur við lítið hús eða fylla húsi bara sem er alveg hægt að gera
En við erum kannski orðum það góðu vön að við gerum þetta ekki. Fattar mig bara út af einhverju, bara þannig bara lífið. En þá einhvern veginn þannig að maður svo að spekla hvort að kröfurnar sem við erum að gera á allt kerfið, að hugsa svona mikið okkur, þá hækkar það skattan okkar, þá hækkar það hérna á móti vöruverð og svo þetta og þetta. Erum við ekki svona í smá bara vesinni með þetta alltaf, þú veist, hennar balans, og þá kannski lendir stjórnmálamanni því að gera balans og þá gera hann ekki sumt og sumt ekki og tekur lengri tíma. Það getur vel verið að það sé ástæðan. Og byggir kannski upp samfélag sem enginn vill. Og byggir kannski samfélag sem enginn vill. Kannski það. Ég ger ekki alveg grein fyrir því af hverju það þarf að vera svona flókið. Ég skil ekki af hverju það þarf að vera svona flókið. Af því við erum svo vittlaus bara. Mér finnst þetta eitthvað við 300 öll að viðurkenna hvað við erum pælið einu, að til að segja mér svo með húsnæðiskreppuna sem búin að vera hérna í 15 árið eitthvað. Og við erum alltaf að hlusta á hið opinbera sín okkur hitt og þetta ykkur lausnir. Það gerist ekki neitt. Það er ekki verið að byggja eina einustu íbúð sko. Má ég spyrja ykkur? Þegar allt í einu verður húsnæðisskorturinn alveg óbærilegur. 1000 íbúða í Hafnarfirði. Þá fækkar þeim. Það er mikið að gerast í Hafnarfirðinum. Já, það má helmingur allir sem eru að byggja á landinu. Það er nú ekkert svo stutt síðan að sko það fækkaði fólki í Hafnarfirði að þau stóðu svo illa sko. Það var bara því að útlendingar sem byggu bænum fluttu út í COVID að þau mistu vinnuna. En það vantar líka, það vantar leikskólana, það vantar geymsluplássin fyrir börnin, það vantar geymsluplássin fyrir gamla fólki. Það er að segja, og okkar umönnun og Íslendingar, við viljum ekki senda börnin okkur í þetta starf, við viljum vera mentuð og hver á þá að starfa við þetta. Og ég var núna til að halda fyrirlestur út í Mexíkó sem heitir Festivals with Ideas, það var MIT, forstjórið þar, sem var með svona róbóta. Var að sína svona róbót og haft allt svona skein í gegn að vera allir svona military róbótar allir fyrir herinn sko, en var að reyna að sína þetta verður svona gott fyrir hérna börnin. Þetta er bara að sína ykkur þessa mynd, ég ætla að láta hana vefiðinn láta þið fá, það er bara róbót að hugsa aldraða og maður hugsaði, og hann sagði bara þetta getur hugsaði bara verið framtíðin MIT? Hvað ég hlakka til ég skal bara sína ykkur þessa mynd sem að síndi hann var bara að tala þetta alveg raunverulega sko. Þetta er bara partur af hérna einhverju prógrami það sem ég er að segja er að því að ég ætla að spyrja ykkur einu að þetta er það sem ég lendi í vandræðum með stundi ég ræði með félagi mína þið eru að byggja hús og við erum verktaka núna við erum að byggja og við leggjum hinn í púköll 100.000 kall við erum að taka áhættu að byggja hérna eitthvað hús í samfélagi sem allt hækkar allt í einu, bara timbur hækkaði út á sjó að því að kom stríð allt í einu kom bara flutningar á bátunum þannig að járni sem varst að koma í steipuna var bara sement hækkaði helming Maggi, gallin í þessu þú ert ekki að taka neina áhættu allir penningar sem þú leggur í þetta er lánsfé þótt þetta fara allt á hausinn öður þá tapar einhver penning persónulega það bara byrjar á næsta fyrirtæki og heldur áfram þannig þessi hugmyndum að þeir sem eru að fjárfesta sig að leggja það bara hefur ekki gerst sko en segjum sem svo við sætum við rauðaborðina og værum að byggja og við erum að tala fermetra og þá kemur ykkur og segir út af við hérna og segir við viljum litlar íbúðir, ódýra litlar íbúðir og við bara leggjum á spilin á borðið við erum bara að gera þetta í litlum íbúðum þarftu hurð inn í það og klósetthurð og klósett og eldhús og það er jafn mikið í stóri íbúð þannig að við græðum helmingi meiri pening á að hafa fermetrana fleiri heldur minni að því það bara kostar okkur minna að íta aðeins út meiri fermetrum heldur en að gera hitt þannig að þeir sem eru að byggja og menn eru að öskra litlar íbúðir það er enginn verktaki að fara að gera litlar íbúðir markaðurinn á að leysa það mér langar eins að spyrja það þegar þú ert að tala að það væri róbótar sem myndu sjá okkur í ellinni og þá sagði hlakka til sagði þú að þið hlakkaði til, af hverju? Þetta var kaldhæðinni sko já, nei, bara engin mannleg samskipti eða neitt sko. Mann er alveg sætur. Hann er sætur? Já, kannski þá. Hann er blíður. Ég veit ekki hvað sé blíður. Hann segir alltaf já. Nei, ég bara, glöða ég á börn. Ég vona bara að hafa eitthvað tíma til þess að sinna mér. Í þessu kerfi sem að þau munu lendi í. Ég sé stundum börnin mína þegar ég verð á hjúkrunarheimilinu og íti á takka að þá er það ykkar kynslóð sem er hinum megin. Það er ekki alveg. Hvað meinarðu? Þá er ég svona að tala að þau séu ekki alveg svona virk svolítið í heimilinu sko. Já. Séu svolítið svona sjálfsupptryggin, þetta er svona kaldhæðni. Annars held ég að verði þannig að því ég er búin að vera svolítið fjallum dánaraðstóð. Ég held að verði þannig þegar maður fyrir á hjúkrunarheimilið, þá verður 2 takkar, það er aukið morfín eða dánaraðstóð. Sko dánaraðstóð skiptir svo rosalega miklu máli og við erum búin að týna henni svolítið hér að því við tölum svo lítið dauðan. En dauðin er náttúrulega bara eitthvað stórkostlegt ferli af því það er líka fæðing í leiðinni. Herðu, en við erum að tala ýmislegt.
og nú gengur Magnús sér á milli og sýnir framtíðina. Þetta var frá MIT, bara vera... Hann manngerður. Mér finnst hann samt alveg bara pínu skeri, sko. Já, þetta er framtíðin, þetta býður alltaf, ég veit ekki hvað við náum þessu. Hann pínu eins og geimvera. Ég trúi að dásamdar verur í geimnum. Svo voru þeir getur sem heimilistóttinn, sem það mynda því hjá honum. Já, ok, ég til í það samt bara núna. Hann er mynda af þessu, en bara... Minnst hann ekki nógu sætur samt, sko. Nei, og svo sagði hann líka að geti elda fyrir ykkur, sko. Rosa góð kokkur. Já, þannig ég gæti fengið hann núna, bara kynst honum vel og þá ég alveg bara safe, bara í... Já, þá er þetta komið. Þá er bara komið. Ok, hvað kostar hersingin? Þetta verður einhver tíman, ég veit ekki hann með mikla kynningum þetta, sko. Þetta var... Ég var á hótel í Singapore bara fyrir 2 vikum, bara svona einhverju venjulegu hóteli. Svo allt hringir dyrabjallan á hótelherberginu og svo þegar ég opna, þá er róbot þar fyrir framann. Þar er skjár og rödd sem að segir Welcome Mr. Svalbardskjöldfursjón og þá var hann komið reyn hanglaði og vatn. Nei, já, þetta er náttúrulega, þetta er komið bara mjög við og þetta er allt að gerast. Það er ekki hægt annað Mér finnst þetta pínu skeri svona. Já, auðvitað. Og hvað margir sem missa vinnuna við þetta? Ég veit það ekki. En það er bara gerist alltaf við umbreyting. Já. Það eru samfélög þar sem eru, sko, fæðingatíðni hefur fallið og samfélög sem vil ekki taka á móti innflytjendum eins og Japan og Suður Kórea. Það sem að, sko, eiginlega eina lausnin til þess að samfélagið bara kóni ekki niður er velvæðing umönnunar starfa. Nú er japanska þingið að endur, sko, innflytjendalöggjöfuna sína í fyrsta skipti í, sko, mjög mörg ár. Vegna þess að þeir eru eiginlega að kæfa samfélagið, sko, með þessu. Með robotunum. Nei, með því að vilja ekki... Ég hleyp ekki inn í vinnuafli í rauninni. En er það... Það er umræða sem að hefur stundum komið inn í fastakostingarnar, innflytjendur. Hefur hún eitthvað komið núna? Aðeins svona. Ekki mikið. Nei. Ekki. Sumir segja að vilja vera forseti allra, meðal annars nýra Íslendinga og svona. Já, það er sagt svona í einhverju sett. Já, trúarbröðin allir, trúarbröð velkomin. Það hefur verið talað að sé mikil skautun í samfélaginu. Sem eða ekki? Já. Þetta orð er svolítið nýtt. Skautun? Já. Þetta er gott orð í Sandi. Já. Það var svolítið skautun hérna áðan hjá okkur. Það er skautun í samfélaginu. Mér finnst einhvern veginn að vera lausnin svo einhvern veginn. Getur við prófað að nota annað orð? Nei, mér finnst ekki að vera þannig. Það er skaut eitthvað? Nei, mér finnst bara eitthvað... Mjög skýðið betri, sko. Ég elskar skýðið, engu skýðið. Í sömu tilfellu á Íslandi, við erum svona littur landi. Mér finnst það óbært skrítið. Mér finnst það bara svo furðulegt. Ef ég myndi hringi ykkur á morgun og myndi segja, okkur var gefið land í gær. Ég ætla ekki að láta fá síma minn. Já, þú að gefa landi gæð sem við eiga. Það hefur bara ótrúlega auðæfi allt í kringum okkur. Það hefur sko hita í jörðinni. Það hefur landslag sem er bara eins og ósnert. Þetta er bara ósnertasta í Evrópu, sko. Þetta er bara algjörlega unik. Við erum með menntaða þjóð. Við erum með flugfélag sem getur flogið út. Og við erum með skipulflutninga. Við erum með eitthvað, við erum með allt þetta dót. Það búa bara 380.000 manns. Þú varst með nákvæma tölu áðan, Gunnar Smári? Nei, það var bara frá 1. desember 387.000. Og það er góða við það. Með öll þessu auðæfi, af hverju ættu við ekki að geta séð En svo gallinn er að Katrín Jakobsdóttir forseti. Getur verið. Segðu þetta aftur. Gallinn er að Katrín Jakobsdóttir er forseti. Er forseti? Já. Þetta með að verður það? Í framtíðarlandinu. Þessi tekník þín á frábæra Íslandi. Nei, við fáum bara róbot. Já, við þurfum með róbot. Við prógramerum að setja starfslýsinguna í róbotinn. Já, algjörlega. Heyrðu, það er til nokkri róbotar á Akureyri í háskólanum þar. Þeir nota róbota við kennslu, fjarkennsluna. Við fáum bara eitthvað. Ef að getur séð umönnunum eldri borgar, getur umönnun þjóðin. Þú getur fengið MIT félagin til að senda okkur einn. Er þetta ekki komið? Nú þarf bara þjóðin að koma sér saman lista. Það var starfslýsingin sem vorum að það. Já, þetta er eiginlega bara, já, en við þurfum að koma okkur saman. Getur þú tekið að setja starfslýsinguna saman með engri skaut? Ég ætla að segja, áður en við greiðum atkvæðum þetta í þjóðatkvæðagreiðslu, þá skulum við senda 1984 eftir Olson Welsin á hvert einasta heimili. Þetta er ekki spennandi. 1984. En þetta, það sem að Magnús er að tala hérna er svona tilfinning sem að ég held að sé því miður, svolítið ríkjandi á Íslandi. Ég man að þegar ég fór til Kúbu, þá ég segi, hérna er ótrúlega falleg og velgerð þjóð í algjöru paradís en undir svona brotnu kerfi.
og mér finnst þetta að vera margir sem að ég tala við sem að upplifa það að við séum alveg frábær sko hvert fyrir sig og alltaf og hérna náttúrulega við erum ótrúlega heppin að hafa dottið niður á þetta land, vera svona fámenn þjóð í svona stóru landi með þessar svakalegu auðlindir, við getum búið til stórkostlegt samfélag en einhvern veginn erum við ekki góður sem hópur. Við erum kannski löt. Já, við erum góð í innrúmi bara. Í sundi. Vera sama. Nei, þú veist, við erum hérna fyrir að tala að við erum að selja landi frá okkur og það nú verið mikil umræða núna í vetur að eitthvað lagafrumvarp sem við erum að gefa firðina okkur og einhverjum norskum mönnum, meðal annars þeim sem að vann hann með galakeppnina. Akkurat. Því hann mætti í laxabúning, ákveðum það að hann eiga firðin okkar. Og það er svona margt í þessu og við erum hérna teljum að við ættum að vera geta séð vel gamla fólkið okkar og að hérna ætti enginn að vera fara svangur að sofa. Ég myndi að það vera að tala að Alþingi segja treysta alþingismönnum sem við kjósum. Þeir eru í flokkum, flokkarnir eru valdir og það þýðir að þú ætlar að eiga framtíð þessum flokki. Tökum bara eins og Arnar Þór, fór í Sjálfstæðisflokkinn, reyndar segja eitthvað þar svona, vildi gera eitthvað aðeins öðruvísi, bara slaufað út úr honum, fær ekki að vera með, bara farin. Og fullt af fólki sem segir eitthvað, þannig að ef þú fylgir ekki flokkslínum auðvitað, þetta er bara að vita allir, að það átt ekki framtíð innan flokksins, þú verður aðeins að haga þér. Þannig að ef við ætlum að treysta 33 til að gera atkvæði meirihluta, þá er þetta ekki rosalega margir. Nei. Þetta er bara eitthvað 33 sem taka ákvörðun eitthvað, þá er ágætt að hafa forseta sem getur kannski stigið niður, það ekki? Það eru mjög margar góðar leiðir til að framkvæma lýðræði. En af því að Gunnar Smári nefnir Kúbu og svona, þá langar við bara að segja það. Hér sitjum við og við tölum og allir segja bara allt sem dettur í hug. Svo bara löppum við út og förum bara í strætó eða setjumst upp í, ég segi ekki hvernig bíll þetta ég er ekki með glerun, setjumst upp í bílinn okkar og bara gerum heim og við engar áhyggjur. Við getum sagt hvað sem okkur dettur í hug. Ástór fór í fangelsi. Á Kúbu eru ljóðskáld í fangelsi fyrir að skrifa ljóð sem falla ekki stjórnvöldum við. En veistu það, á Íslandi þetta er ágætt land á mörgu leyti, þótt að sé fjarri að vera fullkomið. Á Íslandi eru margir sem hafa sagt eitthvað sem að vissum öflum hérna líkar ekki og þeir bara fá ekki vinnu á Íslandi. Og þeim er bara sagt að beint og óbeint er ekki snjallt fyrir þig að bara fara og vera eitthvað erlendis. Þetta er Ísland. Og það er ástæða fyrir það svona fáir sem að raunverulega tjá sig frjálst. Og sumuleyti það eru eldri borgarar, þeir þóra að tjá sig vegna þess að þeir vita bara að ég er ekki lengur í vinnu, get ég bara sagt, eða einhverju fólk sem... Fyrir 4 árum síðan voru við, ég Gunnar Smári og 2 aðrir kumpunar að norðan, Benedikt Sigurðsson sem var orðinn ellilífeyrisþegi þá, við ætlum að ræða kvótakerfið. Ég og Benedikt og Haraldur búum á Akureyri. Í lok þáttarins segi, jæja strákar, ekki aðeins að fara og ræða Samherja 4 ár síðan. Þá segir ellilífeyrisþeginn, Gunna, það er hættulegt. Í við rauðaborðið í beinni útsendingu, minni mig sko, það er aukaðri, en sko það er hættulegt og ég þekki það alveg á eigin skinni. En mér er skít sama, ég hef enga að tapa skilur. En það sem þú ert að segja... Þú mátt segja allt svo framalega sem það er... Þú heldur kjafti. Það sem hann er að segja í rauninni er dálítið kannski það sem það þarf að hugsa þannig er ég að vesinast, ég er að þvælast hérna eins á milli þess að tekja pósta, þess að það er komið inn hérna á hann og í smá vesinni sko. Það er það að maður gæti bara litið á bara allt sé gott, þetta er bara gott land, við erum í góðum málum, við getum tjáð okkur og það er við getum bara gert alls konar hluti. Allra besti heimur allra heima eins og stendur í byltingi. Já, og það er hreint loft, það er svo margt hérna sem er svo æðislegt. Við getum verið þar og kannski er það besta leiðin, kannski er það bara leiðin sem á að fara. Ég veit ekki þeirri sæli vímu, hvort ég taki eftir einhverjum fátækum. Það er ekki það sem ég var að segja. Það sem ég var að segja, við megum heldur ekki gleyma því. Við búum hér í bara mjög fínu landi. Það er samt listi frá Bloomberg sem var birtur fyrir fáinum árum í las, þá var Ísland sko í 7. sæti eða eitthvað besta heilbrigðiskerfið. Ítalía, minnum mig að hafa verið efsta sætinu, með matinn líka. Það er margt mjög gott hérna, en það er fjarrið því að hlutirnir séu fullkomnir. En það er ekki heldur allir sem geta bara farið og sest upp í bílinn sem og keyrt í burtu. Það er ekki allir þar. Við verðum líka bara að tala um það. Það er bara brjálæðislega misskipting auðs á Íslandi og það er vandamál. Já, en þetta er vandamál, þetta er náttúrulega stóra vandamáli akkur tölum við ekki um misskipting auðs í þjóðfélaginu og stéttaskiptinguna sem að, þú veist, ég man ekkert í raun og veru eftir frá því ég var krakki, ég er 42 ára í dag. En tölum við ekki um hana?
Við erum ekkert að tala um þetta. Jú, það er náttúrulega verið að ræða þetta. Allt og lítið. Það er verið að breyta lögum almannatryggingar og það er gert með því að það er ekkert rætt við öryrkja, menn við verðum að breyta því. En það er líka það að öryrkjar hafi ekki rætt. Þeir vildi vera við borðið, sko, sögðu það. Sko. Þeir eru ekki við borðið, þeir bara þau ykkur eina kynningu. Ég meina öryrkjar, börn og hérna gamlir. En það er verið að breyta lögum hérna sjónkvíaldi, hverju sitja við það borð? Það er þeir sem eiga það. Fjárvaldið. Já, þetta er bara velkomin til Ísland. Þannig að þetta er sko mjög spilt, sko í rauninni, ég er búin að skammast mér fyrir að vera Íslendingur síðan Finnst þér Ísland er mjög spilt? Nei, fyrir að vera Íslendingur, það er annað en Ísland, skilurðu. Þegar ég var 17 ára gömul, þá bara, shit, ég var að ferðast með vini mína frá Ítalíu og ég sagði þá, ég er 52 núna, þetta eru rúm 30 ár síðan, ég sagði þá við þá sem kom frá Ítalíu, ekki Sikilei, en þeir kom frá Róm, strákar, þetta er mafjósa land og þetta er ennþá mafjósa land, það hefur bara ekkert breyst en það er, sko auðvitað er margt gott og veðrið þegar það er ekki hávetur, skilurðu, þú veist það er allt mjög fínt og svona, en við erum mafjósa land. Nei, þú veist, fyrir mér er geggjað veðrið, ég elska veðrið þegar það vekum upp, skilurðu, það er tökkur og... Ég myndi alltaf, vinnu minn er með svona kítti sem hann vann hjá brunavörnum eitthvað svona brunamálum. Og það er reglugerð sem að þingi veit ekkert um brunamál og það kemur reglugerð og það er sendt tilbaka til að laga reglugerð. Jú, hann er sem að hætta í brunavörnum, það veit allt um kítti og þetta er H2 kittið sem á að kitta, sem er svona eitthvað standard kítti sem að allir er að setja upp út af einhverjum brunavörnum. Hann fór eitthvað ráðstefnu og sá það var H2 kittið, ég fæ bara umbá fyrir það og ég hætti svo bara þarna en ég seti, þú þarf að hafa minimum H2 kittið, ekki hitt. Svo er það bara í reglugerðinu og fer bara inn og það vantar allir öllum og þeir eru samkvæmt reglugerð að byggja veitingastæðina og mér vantar H2 kitti þarna einhvers staðar, hvað er þetta kitti? Og þá hvað fæ ég það? Jú, í búðinu hans niður frá og ég kaupi kitti á honum sem hann bara vann hjá ríkinu og sá bara á gerði af því að hann hafði vald til þess að vera við borðið. Auðvitað hefur þeir sem er vald sem er við hliðin á borðinu hafa áhrif, auðvitað. Þess vegna eru menn í þessu lagseldi við borðið. Þeir vilja ekkert að öryrkja hafa nein áhrif. Þess vegna eru þeir ekki við borðið. Þess vegna ýta þeim út, sko. Og þess vegna er ég svo hissa í svona litlandi við gætum, eins og við höfum mjög gott Íslendinga þannig, við höfum margt frábært en við gætum alveg haft það betra. Já. Þú veist, við gætum Jú, gera það. Haft það betra, sko, öll. Og kostningarna snúast um það. Eitt einmitt, við erum með stjórnmálafræðing sem getur skrifað reglugerðina, gert PowerPoint. Við erum kvikmyndagerðarkonu, við getum alveg gert þetta hérna, bara við. Ég er bara ofupptekinn við að sinna aldruðum foreldrum mínum og börnunum mínum 6. Ég hef engan tíma til að skrifa reglugerðir útópíur en það sem að ég á við er að við gleymum okkur stundum í umræðinni að það er allt svo svart og það er allt svo vont. Vissulega er fullt af hlutir sem við þurfum að laga en við verðum að horfa á þetta og segja það er margt sem er gott og ég segi flest, einbeitum okkur, reynum að vera sammála það sem þarf að laga og hjóla í sammenningi að laga það sem þarf að laga. Ég er þetta sammála þessu. Mér finnst svo mikið út víðan völd. En það sé að fara, segjum þetta sé bíl, hann er ekki alveg að ganga nógu vel og við förum til bílverkja og við förum til bílverkja sem segir þetta er frábæri bíl og gott lakkið og við þurfum að hlusta á hann í 2 klukkutíma að tala um hvað þessi góðu bíl. Ef ekki bara fara til eitthvað sem segir það þarf að skipta um dekkið. Jú. En af því að þú sagði ég þoli alveg að hlusta á það bílinn að það er að skipta dekkið á hann. Ég þarf ekki að hlusta á þetta sem flott lakk. Af því þú sagði, það er bíl sem gengur ekki nógu vel. Það er mjög litla líkur á þessi dekkin að kenna. Ég myndi ekki vilja fara til þess bifvélavirkja sem segir að skipta dekkið. Ég myndi vilja fara til þess sem segir að skipta bensínsíu. Af því sem greinir vandamálið rétt til þess að geta gripið rétt aðgerða. Við erum allt og mikið þegar vandamálið bensínsían að horfa á hvað dekkinu er léleg. Við erum svo mikið í að rífast keisarans skegg hér í þessu ágæta land okkar og það tekur tíman frá því sem skiptir máli. Við erum búin að fara í brunakittið og yfir í blöndunginn og allt þetta. Þetta var nú bara dæmi um það að við hljótum að geta þolað það. Að tala um það sem er að í samfélaginu. Á þess að fá þessar andskotas ræður hvað allt sé gott hérna. Sem að þeir sem að engu vilja breyta djöflast á öryrkjunum og þeir sem að þurfa nauðsynlega á lagfæringum á samfélaginu að halda alltaf að berja það með einhverju svipu. Ég er sammála, ég er algjörlega sammála. Tölum bara um það sem er að og lögum það. Lögum þetta. En þá verðum við bara svo leiðinleg þegar við tölum bara um það sem er að. Af því við þurfum stundum líka að tala um það sem er gott. Af því í mínu lífi, af því maður að segja, við erum að selja Ísland, ég vinn við að selja íslenskar afurðir út allan heim. Ég vinn við það að tala um, og kannski er ég bara litar af því, að ég vinn við það að tala um hvað Ísland er stórkostlegt. Ég á stórkostleg
börn og bara frábæra konu og báðir foreldrar mínir og níræðisaldrar er ennþá á lífi. Mér finnst þetta bara svolítið gott. En vissulega það þannig að ég er hjartasjúklingur og ég held ég sé að byrja að fá gikt og það eru vissulega alveg fullt af einhverjum mínusum og en ég reynir svona að horfa á jákvæðu hlutina. Það er kannski bara mismunur á milli manna, en það þýðir ekki að ég hunsi neikvæðu hlutina. Ég vil ekki horfa á þá. Má ég nefna eitt í þessu? Það er ógeðslega gaman að hlusta á því, sko. Hann Steve Jobs. Já. Hann fekk 48 manns alveg besta fólk í veröldinni til að framkvæma hlut sem var rosalega erfitt, það að gera músina, bara þú veist. Og hann lét að vinna alveg bara brjálas og hann hafði alltaf svona policy sem var einmitt þess að ekki, þú veist, fallegt hár, jakkin ljótur, skotnin aðeinsleiri. Hann var aldrei með eitthvað svona samlokur eða aldrei að hrósa þér óbært fyrst og svo koma með að bílvillin væri léleg, gott lakk og svona. Hann fóð bara beint í þetta, ok? Og þeir komu inn og búin að vinna hana stórvirki. Við erum að tala um þetta fólk, vann bara stórvirki. Ég veit ekki hvort að við séð svona músík í gamla daga, en það var svona eitthvað svona kúla og hún kom ekki við neitt. Hún bara snerist í allar áttir, þannig að hún kom ekki við neitt og hvernig hún ætlar að setja henni og allt þetta. Það var alveg svona magnað dæmi, en það þarf að vera samt í tölvunni og hreyfa skjáinn. Hann kemur inn, þeir eru bara stoltastir heimi bara með þetta, besta fólk í veröldinni, snertir hérna og nei, herðu, þetta er ekki hægt. Þetta respondar allt og seint. Þetta var bara einhver núl, hann var að hreyfa hana og svo hreyðist þetta. Men þetta er ekki hægt, labba út. Millisekundu. Hann var ekkert að þeir starfsmenni þar voru ekkert að biðja að hann myndi koma að klappa rosalega músin vel sett í hliðar. Hann hefur ekki tíma til þess. Nei, sko, hann var ekkert í því. Hann var að leita að lausna að því hvernig við leysum þetta vandamál. Þess vegna er ég sammála þér, Gunnar Smári, að það, og ég er líka sammála þér að það eigi að vera að tala stundum jákvæði hluti, en við getum ekki alltaf verið negatív, en það eru bara nokkrir hlutir sem ég held að við Íslendingar almennt séum sammála og við erum að taka utan það og ekki vera að tala hvað er gott lakki á bílum eða við bara fara og laga þetta. Akkurat. Og það gerum við með stjórnmálumönnum og stjórnmálaflokkar ljúga að okkur eða segja við okkur að ætli að gera það, þá vil ég frekar hafa stjórnmálamann sem segir við mig hvað hann ætlar að gera. Og ég get þá kosið hann þó hann sé bara asshole, ég veit hvað Trump er og ég veit hvað hann er, en mér langar ekki að fá stjórnmálamann sem segist vera eitthvað og hann það síðan ekki. Og mér langar heldur ekki að forseta svoleiðis heldur. Mér langar að þess hvað ég aldrei hræddur við umræða núna í forsetanum, það er komið nær og nær, þá þorir enginn að þetta er svo nálagt, sko, þetta er svo spennandi, þá þorir enginn reynast taka áhættur. Það þorir enginn að vera hann sjálfur. Það á ekki við gesti mína hér í kvöld. Sem að hann fór að taka á þetta í því sem þau segja. Já, við erum alltaf að skapa umræður. Við getum verið sammála öll, það er ekkert mál. Þetta er alltaf frábærlega vel bara valinn hópur, bara frábært fólk og mér finnst þetta bara líflegt og skemmtilegt. Mér finnst þið tala svolítið mikið. Já, svolítið mikið meira við. Ég er búin að gjamma þetta eitthvað. Ég var lengi að hugsa, sko, á ég að grípa inn í þetta. Jú, átt að gera það. Er þetta boðlegt? Þú reyndir það nokkuð sinnum, sko. En svona er þetta bara. Þetta er náttúrulega ekki sérlega formlegt. Við vera að koma bara aftur eftir viku eða eitthvað. Það segja stundur lítið en það er mjög klárt það sem það segja, sko. Mangi á að fá sér þátt náttúrulega, það er alveg að reyna. Nei, mér varst bara... Hann náttúrulega tók þáttir, sko. Algjörlega. Hann að vera í aðalhlutverki. Ég er hérna... Af hverju er þetta ekki forsetaframboð? Ég segi það nú. Ég er mitt á milli, hérna. Ég er mitt á milli. Magnús, af hverju er þetta ekki forsetaframboði? Ég hef ekkert að gera það, að því að mér finnst að forsetin að vera aðeins eldri. Var enginn sem skoraði á þig? Ertu ekki, ég gaf mér? Hvað ertu gáð? Ég er 60 ára þessu ári. Ó, mér finnst það... Og hvað ég er ellileg þá? Þú ætlar að fara þegar þú ert komin á bætinaldur. Nei, mér finnst það að vera allan svona... Ekki nóg gaman. 67 ára. Hvað rugglir það? Það er einhverju í framboði sem er 65-67. Það getur ekki sitið nú lengi, hann deyr og getur ekki sitið í 12 ára, 20 ára eitthvað. 67 ára og 3 mánuða. Já, og ekki við góða heilsu, svo sittir ekki lengi. Nei, ég hugsa stundur núna. Vera, hvað finnst þið að forsetaframboði eigi að vera gamall? Ég er alveg með það á tæru. Ég ætla að bjóða mig fram, sko, 32 og þá var ég 50 og mér er það akkur passa. 2032. Þú komið mitt. Hún er byrjuð. Já, en ég veit ekki. Vel á þetta. Þetta er vision. Já, ég er bara algjörlega, ég er bara að reyna að koma sér inn í undir meðutund þjóðarinnar núna. Sko, þið eru alltaf ung. Og ég þarf tíma. Ef ég kýst núna einhvern og ég fara að vera með hann að ég bara dey. Sko, hann verður kannski í 20 ára og þá er ég farin eitthvað svona og maður hugsa svona, vá, þá þarf þetta að velja vali rétt, sko. Þetta er kannski síðast í forsetin sem ég vel. Skilur mig. Þú hefur nú þegar lent í því að forsetin er yngri þú sem er svolítið svona
Guðni er 56. Ég hef oft reyndi því, já. Ég hef enga svona, aldur bara svona hugtak reyndar, sko. Krakka, við erum svo ung. Heyrðu þið það? Við erum svo ung. Ég hef aldrei kostið sigurvegara í kosningum fyrir ég kaus Guðna. Ég hef alltaf kostið þann sem tapar. Já. Og bara þannig þetta. Maður veit ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Svo það þannig með þessa skrýtnu þjóð að hún getur deilt svona hörku í forsetakosningum. Svo eitthvað kosin. Þá þjóðin alveg rosa ánægð með sinn forseta. Seinna. Bara mjög fljótlega, bara 3 kortur og seinna. Var ekki Vigdís hvað var hún með 30%? 33. Og svo fórum bara upp í, þú veist, allir voru ánægð með Vigdís. Alveg frábæðlega. Vigdís uppáhaldsforseti allra. Ég held að þessi 137% þjóðurinn ánægð með hana. Hún bara sló. En ég ætla að segja ykkur eitt, varandi framboðið mitt, þarna 32. Er þetta 32? Já. Það fer eftir sko hver vinnu núna, segja maður sér Halla Hrund sko, þá getur hún verið svolítið lengi. Já, hún er 42, Nei, hún er bara jafnaldra mín sko. Hún gæti bara setið kannski í 20. Þannig þú ætlar ekki að kjósa hana. Þú ætlar að kjósa þann sem er elstur. Já, ég ætla að kjósa þann sem er elstur. Já, þetta er strategist. Þú skrifa bætin inn á kjössuðurinn. Ástór elstur. Já, Ástór. Ástór elstur. En af þessu sem er hann uppi þá er það Jón Gnarr. Hann er eiginlega mjög gamall með það við forsetaframbjóðanda. Hann er eiginlega... Er ekki bara mínum aldri? Ég held að það sé bara Ásgeir Ásgeirsson sem hafi verið eldri. Já, ég skil. Já, ég er svona alveg tímalaus, ég hef ekki tíma skyn eða skyn á hvað fólk er gamalt eða neitt sko. En varandi framboðið þitt, 32? Já, 32 sko, málið það, að því að náttúrulega Vigdís er bara eiginlega svona, er það ekki uppáhaldsforseti allra? Er það ekki svona common? Ég held að það sé nokkuð nærri. Já, að því að sko, við Vigdís erum svo margt sameiginlegt. Við vorum báðar að læra í Fraklandi, enduðum báðar okkar nám í París, vorum nánast að læra saman hlutin, ég er líka leikúsfræðingur eins og hún. Svo er ég kennari og ég hef verið með menningarþátt og RÚV. Hvað var það fleira? Ég er einsta móðir. Var hún þjóðleikhússtjóri? Nei. Já, ég á eftir að fara í leikhúsi aðeins, en ég geti gert eina bíómynd eitthvað staðinn. Þú ert búin að gera bíómynd? Já, eða þú veist bara, ég þarf eitthvað neina láta sjá mig á næstu 8 árum. Ég er líka einsta móðir og ég bý á Arakutu. Nei. Jú. Og með svalir. Ég get verið búin að græja þær fyrir sko Hvað er skemmtileg? Það ekki? Jú. Þetta er líka að Aragötinu ætla bara að taka bestastæði. Þetta er bara svoleiðis. Prjónakjólar? Ég er byrjað að prjóna. Ég prjóna rosa mikið. En toppikið, er það tré? Landið, tungan, þjóðin, sagan? Já, auðvitað. Ég bara fylgi í fótspor besta forseta og svo auðvitað teki bara einmitt frá Guðna ýmislegt líka. Bara þeim svona uppáhalds. Þið tvö verði í framboði næst. Þá verður þetta svolítið erfitt fyrir okkur tvö. Við leistum það ekki hver er þið forseti núna, en við vitum hver er þið forseti. Við vorum nánast að koma á róbotinn. Og þá eru þú líka orðið nóg gamall. Þú vildir ekki róbotinn. Þú varst brjálæður yfir hún. Nei, ég var ekki brjálæður yfir þetta. Það er 6 ár í 30, nei það er 8 ár. Herðu, ég verði að slíta þessu þætti. Þið er að slá öll met hérna. Við höfum oft lent í því að bjóða fólki hérna og við höfum erfiðleikum með að losna við það. Það situr svo lengi. Þessi þáttur á að vera klukkutími, en hann er orðin klukkutími og 51 mínúta. Þetta er komið í lengd sko kosningasjóns. Langur þáttur. En Magnús, Svavar, Vera og Guðrún, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir svo og ég ætla líka að þakka ykkur sem eru þarna hinum megin að hlusta sem að breyti þessu spjalli okkar í fjölmiðla og minni ykkur á eins og oft áður að það geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðuna. Það hefur byggst upp bara góðu orðspori, þannig ef ykkur líkar eitthvað efni hér þá endilega segið frá því að við séum á Facebook og YouTube, við erum í öllum hlaðvarpssveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu og það má sækja þar útvarpssendingar í spilarann, bæði á netinu, spilar.is og svo spilar líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna sem eru 24 tímar á sólring, 7 daga vikunar, allan ásins ring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem viljið styrkja samstöðuna, uppbyggingu hennar geta gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur, þið farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þið getið skráð ykkur. Þið getið borgað meiriði viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sér félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Það er hvítasunnuhelgin framundan, við verðum ekki með Sinni Egils hérna á sunnudaginn en í fyrramálið að þá verð ég með það sem við köllum helgispjall, þá fæ ég hérna 1 gest og á morgun kemur
mikil hetja sem hefur barist fyrir því að koma fátækt á dagskrá á Íslandi, Harpa Njáls, og hún ætlar að segja mig frá baráttusögu sinni, móttökunum þegar hún var fyrst að leggja fátækt hér inn í samfélagsumræðuna og líka frá uppvexti sínum á Súganda. En takk fyrir bíli og bara njóti kvöldsins.